Góðan dag, sæl og blessuð, ráðherra, borgarstjóri, verið hjartanlega velkomin á árlegan loftslagsfund Festu og Reykjavíkurborgar. Ég heiti Nanna Elísa Jakobsdóttir, viðskiptastjóri á iðnaðar- og hugverkasviði á Samtökum iðnaðarins og fékk þann heiður að vera fundarstjóri hérna í dag. Ákaflega ánægð með það, enda þetta gríðarlega mikilvægt málefni og við erum með þétt pakkaða dagskrá í dag. En þessi loftslagsfundur haldinn í 7. sinn. Hann hefur skapað sér sess sem vettvangur til þess að kynnast nýjungum og hagnýtum aðferðum í loftslagsmálum og áherslan á hvernig borg og atvinnulíf geta tekið höndum saman. Þessi fundur var haldinn í fyrsta sinn árið 2015 í tilefni þess að 100 forstjórar íslenskra fyrirtækja skrifuðu undir loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar og skuldbundu sig þar með til þess að minnka losun og úrgang og ekki bara það heldur mæla og birta gögn það opinberlega. Þetta vakti mikla athygli á alþjóðavettvangi. Í dag hafa 170 fyrirtæki rúmlega skrifað undir þessa yfirlýsingu. Það var síðast í morgun sem bættust 3 fyrirtæki við, Orb, Hornsteinn og Rafal. Því að klappa fyrir því. En markmið fundarins í dag fyrst og fremst að vera fræðandi og veita fyrirtækjum sem á þessari vegferð tæki og tól til þess að minnka losun og úrgang. Og við vonum á sama hvaða stigi fyrirtæki að þetta reynist gagnlegt. En yfirskriftin kolefnishlutleysi árið 2030. Við þekkjum eflaust mörg þá stefnu stjórnvalda að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040, en þetta ekki innsláttarvilla, heldur var Reykjavík valin sem ein af 112 borgum í Evrópu til þess að vera sýnidæmi fyrir aðrar evrópskar borgir það hvernig megi hraða vegferð af kolefnishlutleysi til ársins 2030. Og ég geri ráð fyrir að borgarstjóri segja okkur meira frá þessu hérna eftir. En dagskráin býtum við, ekki af verri endanum. Þetta þéttpökkuð dagskrá, því ætla ég að biðja frammælendur að halda tímamörkum. Ég mun sitja á fremsta bekk og lyfta upp spjaldið, það eru 2 mínútur eftir og þannig komumst við í gegnum þessa efnismiklu dagskrá saman. Fyrri hluti dagskrár, þá byrjum við á ávörpum frá fulltrúum unga fólksins, stjórnmálanna og félagasamtaka og tökum svo kaffihlé og því næst erindi frá fyrirtækjunum. En þessi erindi og dagskráin var unnin í samstarfi við félagsmenn Festu og því gerum við ráð fyrir að allir fái eitthvað fyrir sinn snúð hérna í dag. En ég geri ráð fyrir að ekki komi hérna til þess að sjá mig. Og ég ætla bara að vinda mér í dagskrána. Það fyrstur á svið, hann Stefán Örn Snæbjörnsson, fulltrúi unga fólksins. Hann var kosinn ungur umhverfissinni árið 2021 til 2022. Hann matvælafræðingur að mennt en leggur nú stund á umhverfis- og auðlindafræði. Hann brennur fyrir því að stuðla að opnu og réttlátu samfélagi og hakka loftslagsvandann. Ég bið hans. Já, gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir þessa fínu kynningu, Nanna. Já, ég var sem sagt valinn ungi umhverfissinninn í fyrra og ég ætla að eiga smá tölu loftslagið og svona það sem brennur á mér, það alveg hellingur sem brennur á manni, hjartað orðið hálfbrennt, en einhvers staðar þarf maður að reyna að koma þessu frá sér. Og ég ætla svona að reyna að tala aðeins hvað ég svona búinn að upplifa í umhverfissinnum. Já, og bara þakka þeim ungum umhverfissinnum fyrir að vilja vinna með öllum, að vera opið fyrir samstarfi. Samstarf svo mikilvægt til að reyna einmitt hakka loftslagsvandann og hvernig við aðlögum okkur að loftslagsbreytingunum sem byrjaðar. Það ákveðið skref að ná að kyngja því að loftslagsbreytingar löngu byrjaðar að hafa áhrif á fólk annars staðar á jörðinni og aðrar tegundir. En já, fundarstjóri
borgarstjóri, ráðherra, kæru gestir í salnum og hvar í streymi. Að máli málna, ég glemdi að setja tími í gang en allt í lagi. Meðalhiti á heimsvísu árið 2022 nú 1,15 gráður á Celsius yfir meðaltali tímabilsins 1850 til 1900 eða fyrir iðnbyltingu. Og hlýnunin heldur áfram, samkvæmt bráðabirgðaskýrslu Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar stöðu loftslags á heimsvísu árið 2022. Stofnunin birti þessa skýrslu við upphaf á COP fyrir 4 dögum á 27. loftslagsráðstefnunni í Sharm el-Sheikh í Egyptalandi. Og ég veit ekki alveg hvernig mér líður við að lesa svona skýrslur. Ég veit ekki alveg hvaða tilfinning það sem kemur upp. En ég veit allavega að mér finnst galið hvernig þeir aðilar sem eru að stuðla mest að loftslagsbreytingum eru að græða á því og fá borga fyrir það á sama tíma. Þetta svona tilfinning sem kemur sem tilfinning fyrir því að það sé eitthvað að. Það eitthvað hætt að virka í kerfinu og það að leiða til kreppu og það ætti að leiða til byltingar. En hér inni fólk sem búið að taka skarið, kolefnishlutleysi vissulega skref í átt að þessari byltingu og einmitt mjög mikilvægt fyrir gegnsæið og það má nefna varðandi gegnsæi að núna á COP það sem heitir hnattræn stöðutaka, Global Stocktake. Henni ætlað að komast að því hvort heildarárangurinn sé að fara að ná tilgangi Parísarsamkomulagsins. En það einmitt að takmarka hlýnun við 2 gráður og halda áfram viðleitni að halda henni undir 1,5 gráðu hlýnun. Þetta 2 ára ferli og niðurstaðan mun liggja fyrir á COP28 á næsta ári í Dubai. Og það sem gerist núna á næstu 50 vikum mun vissulega skipta sköpum. En áður en COP byrjaði þá búin að koma út margar afar mikilvægar skýrslur. Þar má nefna 7. skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar eða IPCC, skýrslu Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu, landsframlaga skýrsluna frá aðildarríkjaþingi loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og stöðuskýrslu loftslagsaðgerða frá sem heitir Climate Action Tracker. En aðalskilaboðin í öllu þessu skýrslum að núverandi aðgerðir og aðgerðaáætlanir ekki nóg. Þær eru ekki nógu góðar. Það bara svo á kristaltæru. Það þörf á metnaðargjarnari aðgerðum, oft þörf en nú nauðsyn. Talað meiri metnað, hvernig metnað? Það spurning. Stór hluti af þessu loftslagsvandamáli snýst skort á pólitísku vilja. Og það virðist einhvern veginn alveg ómögulegt fyrir stjórnmálamenn að tala samdrátt í hagkerfinu. Samdráttur í hagkerfinu. Hjöðnun, afvöxtur, dígróð. Þetta svona ekki einu sinni komið inn í tungumál okkar ennþá. Þurfum eiginlega að setja á fót eitthvað svona loftslagsnefnd sem sér að koma með ný orð inn í tungumálið svo getur talað þessa hluti. Því á endanum mun það reynast lífsnauðsynlegt að ná einhvern veginn samdrætti í hagkerfinu að því að við erum ekki að ná að kúpla gróðurhúsalofttegundalosun frá því. Þá búin að nefna það. En þið hér búin að hefja þá vegferð að taka af skarið í þessu spretthlaupi, eins og Egill sagði fyrra, spretthlaupið byrjað, þó maraþónið hefði byrjað 2015. En ef við eigum að marka þessar skýrslur eitthvað, þá þetta eiginlega að breytast hægt og rólega í svona hindranahlaup. Já, hindranahlaup, en við getum öll hérna haft eitthvað til að málana að leggja gegn þessum hindrunum. Það eru stórar og sumar erfiðar ákvarðanir sem liggja framundan og því vel upplýst ákvörðunartaka svo mikilvæg til þess að þær ákvarðanir sem við tökum í fyrsta lagi búa ekki til ný vandamál og leysi vandamál í staðinn fyrir að búa til ný vandamál og séu að fullnægja þörfum en ekki að búa til nýjar þarfir. Það ein spurning sem við þurfum að geta svarað viðunandi, mjög stór og mikilvæg spurning. Hvers vegna á þessi eyðilegging að náttúru heimsins sé stað? Getur bara svona hugsað þetta næstu 50 vikunar.
hvað er það? Hraði, magn, skjótur og auðfengin gróði, svo ég vitni í Rachel Carson. Munu lítilsháttar efnahagslegar reddingar eða tæknilega fínstillingar duga í stað fyrir róttækar aðgerðir. Svo má kannski tala samkeppni og gróðasókn og leita skýringa í undirstöðum gangverks hinnar pólitísku hagfræði. En hvernig er tíminn hjá mér? Ég ætlaði nú ekki bara að blaðra hérna í dag, en það er sem sagt, ég hef svona áhuga á vísindamiðlun og það oft talað að maður ekki vera of svona cerebral, ekki vera of mikið bara tala með heilanum, þannig ég ætla að gera eitthvað svona óvænt og fáránlegt, svolítið spennandi. Ég ætla að blása af blöðru, gera hnút á hana. Þetta á að verða vonandi fróðlegt. Í öllum þessum aðgerðum sem við erum að gera þá þurfum við að átta okkur á mjög mikilvægum áhrifum sem heita rebound effekt eða endurkast áhrif. Og til að reyna svona að hamra það heim hvernig það virkar, þá getum ímyndað okkur að þetta hérna séu gróðurhúsalofttegundirnar og hérna sé svona ein aðgerð okkar til að reyna að draga úr þessu öllu saman. Það sem gerist þegar maður reynir að gera eitthvað er að það fer bara eitthvað annað, eins og sjáið. Samdráttur hér leiðir til að annars staðar þar sem við gerðum ekki ráð fyrir gerast hlutinir. Þetta er svona kallað Jevons paradox, sett fyrst fram með kolum. Við vorum alltaf að finna upp nýjar og skilvirkar leiðir til að vinna kol á betri máta og það leiddi til þess að við náðum bara meiri kol og brendum meiri kolum. En, já, kannski munið eitthvað eftir þessu og hugsið aðeins rebound effekt í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Stefán. Þetta var mjög frábær byrjun og öflug sterk byrjun á þessum fundi og bara magnað að fylgjast með unga fólkinu, ég kannski tel mig líka þar með unga fólkinu að þau eða við þau eru svo hugrökk og sterk og maður hefur aukna trúa á mannkyninu þegar maður sér svona fulltrúa. Það má kannski nefna það að inn á vefsíðu umhverfissinna er mjög áhugaverður upplýsingapakki COP27 eða áhuga að skoða það. En þá langar mig næst að bjóða fyrri fulltrúa pólitíkurinnar á svið. Það er Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Gjörðu svo vel. Já, kæru fundamenn. Þetta er ekki ég. Já. Þá verður bara. Já. Stefán var svo sterkur að ég best var að halda sig við hann. Ég kem hérna sem fulltrúi stjórnmáluna sem þorir ekki að segja nokkurn skapaða hlut. En ég ætla samt að reyna. En þakka brýninguna, það er gott að alltaf að fá brýningu. En ég er hins vegar mjög ánægður með það að við höfum sett okkur metnaðarfull markmið í loftslagsmálum sem er að verða kolefnishlutlaus og hætta alfarið notkun jarðefnaeldsneytis fyrir árið 2040. Og þetta er stórt verkefni og það kallar á samdrátt í losun 1,3 milljónir tonna af CO2 á beinni ábyrgð Íslands og það ætlum að ná á mjög skömmum tíma eða fyrir árið 2030. Og hert markmið Íslands samdrátt í losun og markmið kolefnishlutleysi og full orkuskipti, þau kalla á skýrari sýn og nýja nálgun sem mun byggja á markmiðum fyrir einstaka geira atvinnulífsins. Aukinni áherslu á loftslagshagstjórn og forgangsröðun í þágu loftslagsmarkmiða á öllum sviðum samfélagsins.
Og það gríðarlega mikilvægt að vita af áhuga fyrirtækja á því að leysa loftslagsvandann. Því án þeirra að þá verður vandinn ekki leystur. Og ráðuneytið hefur haft samstarf við atvinnulífið atvinnugreinanálgun að lausnum í loftslagsmálum. Og ný nálgun verður viðhöfð varðandi samstarf ríkisstjórnar, stjórnsýslu, atvinnulífs, sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðila. Og markmiðið verður að ná betri og öflugri samskiptum þannig meiri árangri á skemmri tíma. Og það nauðsynlegt að stjórnvöld, atvinnulíf og sveitarfélög stígi enn ákveðnar inn í aðgerðaáætlun Íslands með eigin markmiðum og aðgerðum. Samtal við atvinnulífið vegna geiramarkmiða komið á stað og samvinna við sveitarfélögin og stjórnarráðið í heild lykilatriði til að ná árangri. Og þarna opinberi geirinn ekki undanskilinn. Og þegar við leggjum á stað í þess samstarf mikilvægt að við getum byggt á þeim grunni sem lagður hefur verið. Og eins og hér hefur komið fram að þá var það í nóvember 2015, þá skrifu yfir 100 forstjóra fyrirtækja og stofnana undir yfirlýsingu að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta var stór áfangi og ánægjulegt hversu góð þátttakan var, enda vakti verkefni athygli á alþjóðlegum vettvangi og var kynnt á Parísarráðstefnunni loftslagsmál COP21 í lok árs 2015. En frá þessum tíma hefur mikið vatn runnið til sjávar og það má merkja á 27. aðildarríkjaþingi loftslagssamningsins sem nú stendur yfir í Sharm el-Sheikh í Egyptalandi og mér sýnist allir komast þangað nema ég. En það hefur sínar eðlilegu skýringar. En auk fulltrúa einstakra ríkja eru bæði fyrirtæki og sveitarfélög mætt til þátttöku á fundinum. Þar taka þau þátt í að ræða og leita leiða og lausna til að stemma stigu við loftslagsvánni. Skilningur umfangi vandans hefur aukist gríðarlega og viðurkenning á því að vandamál leysist ekki með aðkomu ríkjanna eingöngu. Og þó aðgerðir til samdráttar og kolefnisbindingar séu endan númer 1, 2 og 3, þá þurfum við líka að skilja hvernig við lögum okkur að heimi ólíkum þeim sem við nú þekkjum. Rétt eins og samdráttur í losun verkefni okkar allra, þá verðum við allar á næstu árum að hugsa áhrif loftslagsbreytinga þegar við byggjum húsin okkar, skipuleggjum byggðir, hugum að líffræðilegri fjölbreytni og tökum ákvarðanir innan fyrirtækjanna okkar sem móta framtíð atvinnuvega og þjóðarhag. Og ég vil nota tækifæri hér til að tilkynna að ég hef ákveðið að umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið taki þátt í kostnaði vegna loftslagsverkefnis festu, en verkefnið ætlað að hvetja til loftslagsaðgerða í íslensku atvinnulífi og fræðslu til fyrirtækja þar að lútandi. Styrkur ráðuneytisins liður í því að efla enn frekar samstarf og samtal við atvinnulífið. Og það mikilvægt og gott að vita festu sem bakhjarli fyrirtækja í þessari vinnu. Og gangi ykkur og okkur öllum vel. Takk fyrir þetta. Þetta eru frábærar fréttir. Það ljóst að við náum engum árangri nema atvinnulífið stígi fast til jarðar og taki þátt í þessu og í samstarfi við stjórnvöld, ekki síst borgina. Og að því sögðu langum að bjóða næstan á svið Dag B. Eggertsson, borgarstjóra. Gjörðu svo vel. Takk fyrir kærlega og gaman að sjá okkur öll. Mér hleypur alltaf dálítið kapp í kinn á þessum fundum því að ég gríðarlega stoltur af því samstarfi sem hefur tekist á vettvangi festu með atvinnulífinu og aðkomum borgarinnar, en við skulum ekkert leyna því það ekkert vanþörf á. Þegar að við endum til fyrsta loftslagsfundarins og endum til fyrstu loftslagsyfirlýsingar Reykjavíkurborgar og festu 2015, þá deildum við áhyggjum af því að okkur fannst lítið að gerast. Þetta var í aðdraganda þessa mikilvæga fundar í París og eins og við sjáum bara á þessari hópmynd, þá var bara frekar eitthvað svona þungt í fólki. Umræðan var einhvern veginn meira sóknarfærin í loftslagsmálum frekar en hvað þyrfti að gera.
og við ákváðum að fara af stað til að reyna að kalla fram og sýna fram á að það væri raunverulegur stuðningur í íslensku atvinnulífi og áhugi á að vera í fararbroddi. Ekki bara vegna þess að fyrirtækja, rekendur og eigendur væru góðgjarnt velviljað fólk sem vildi vel, heldur líka vegna þess að það er beinlínis samkeppnishæfnismál að reyna að aðlagast og sjá fyrir umhverfiskröfur framtíðarinnar vegna þess að heimurinn að fara þangað og eftir því sem að við getum verið fljótari að gera vel að þá stöndum okkur betur í umhverfi framtíðarinnar. Og úr þessum hópi sem við bjuggumst við að yrði svona 10 til 15 fyrirtæki sem að það kom alltaf einhvern veginn sömu nöfnin svolítið upp í hugan þegar svona framsækin íslensk fyrirtæki annars vegar. Bjuggumst við að myndi ganga til liðsveit og sýna hinum fram á hvað þau getur gert. En þarna mættu yfir 100 fyrirtæki strax við fyrsta kall. Þar á meðal flest stærstu og mest mengandi fyrirtæki á landinu. Og það voru einhverju sem voru svona dálítið hugsi við því, býtum við, eiga þeir sem eru að blása út mestum gróðurhúsalofttegundum virkilega erindi í höfða við þetta hátíðlega tilefni og vera með. Já, tvímælalaust var mín afstaða, því að ef við erum ekki að vinna með þeim sem að líka menga mest, þá náum við ekki þeim árangur sem við þurfum að ná. Þannig að við þurfum beinlínis að ná öllum borð og hjálpast að við að finna lausnir sem að duga bæði hér og allan heim og það væri hægt að nefna alveg fjölmörg dæmi úr þessum hópi en við þurfum líka að vera heiðarleg með það að meira sér af þeim fyrirtækjum sem skrifuðu undir þá hafa ekki öll alveg komist á flug með þessar tiltölulega einföldu skyldur í fyrsta lagi að vilja endurvinna meira og lækka útblástur hjá sér, að mæla það og birta það opinberlega. Til þess að öllu sé haldið til haga að þá voru mjög ófullkomnar mælingar og mjög ófullkomið kolefnisbókhald til dæmis fyrir borgir á þessum tíma og það sem að hefur verið meðal annars magnað að fylgjast með að fyrirtækin fóru í mjög mikla nýsköpun við skráningu og birtingu á sínum upplýsingum og það var beinlínis orðið til fyrirtæki utanum það kolefnisbókhald. Það stundum talaði að maður að líta sér nær og ég ætla aðeins að gera það en ég ætla bara að hlaupa á nokkrum óvísindalega völdum dæmum það sem hefur verið að gerast. Orkufyrirtækin okkar, Orkuveita Reykjavíkur eitt þeirra, hafa verið að setja sér stefnu sporlausa vinnslu á sinni orku og kolefnishlutleysi 2030. Þetta verður ekki gengið hratt en þarna verið að mæla og gera áætlanir hvernig hægt að komast þarna. Sorpa annað dæmi, með auðvitað, getum við sagt, eins og stundum sagt í rekstri bakendan, þar að segja allar okkar syndir enda hjá Sorpu. Í urðun að stórum hluta undanfarin ár, en núna stóra verkefnið að hætta að urða og þá höfum við ekkert valum annað en að gera einhvers konar auðlind eða auðæfi úr því sem við erum farin að kalla núna úrgangsstrauma eða efnisstrauma eða auðlindastrauma til þess að endurvinna og koma inn í hringrásarhagkerfi. Og Strætó sem var fyrir nokkrum árum að hæsta hlutfall rafvagna í heiminum fyrir utan framleiðslu borgir í Kína sem að framleiða rafmagnsvagna hefur núna aðeins dregist aftur en ætla sér að fara í algjör orkuskipti fyrir 2030 og Faxaflóahafnir í býsna merkilegu og framsæknu hafnarsamstarfi grænar hafnir. Og mjög margt áhugavert að gerast þar, meðal annars í rafvæðingu hafna sem alhliða samstarfsverkefni, meðal annars með stjórnvöldum, stóru skipafélögunum og auðvitað höfninni sjálfri. En HB Grandi sem heitir núna Brim eitt þeirra fyrirtækja sem að raunar fékk einn fyrstu verðlaunin, loftslagsverðlaun festu og hefur ótrúlegt auga á öllum sínum úrgangsstraumum og mjög til fyrirmynda. Ég geti bara farið inn á vefsíðuna til þess að horfa á þetta. Það ótrúlegt hvað þetta hefur gengið hratt
og verið vel gert að sumu leyti af þessari rót að hafa komið inn í þetta samstarf og ætla sér að gera vel. Í dag var að ganga til liðs við loftslagsyfirlýsinguna BM Vallá sem hluti af Hornsteinum sem hefur líka sett sér mjög metnaðarfull markmið í geira sem að var mjög fjarverandi þegar við gerðum fyrstu yfirlýsinguna, byggingariðnaðurinn, en stendur fyrir töluverðum hluta af útblæstri á Íslandi og á heimsvísu. Og bankarnir, fjármálastofnanirnar, ég meina það sem kemur upp í hugan kannski, já, þurfa að passa upp á matasóun í mötuneytinu eða hvað? Nei, bankar og fjármálastofnanir í gegnum lánaskilmála, í gegnum kolefnisbókhald einstakra lántaka geta verið algjör lykil aðilar í þessu verkefni og eitt af því sem Kauphöllin hefur verið að þróa einmitt þetta sjálfbærniskýrslur sem hafa hrint af stað alls konar umbótaverkefnum innan fjármálageirans. Þannig að, og dæmin eru meðal annars að allt lánasafn Landsbankans hefur verið í raun kolefnisreiknað og það eru sjálfbærnivísar sem hefur verið að þróa áfram og núna löggjöfin að fara að styðja verulega við þetta. Þannig að jafnvel fyrirtæki sem hafa engan áhuga á þessu þurfa að fara að gera hreint fyrir sínum dyrum, allavega að skila inn upplýsingum gagnvart sinni lánastofnun á næstu árum. Við riðum svolítið á vaðið sjálf hjá borginni með græn skuldabréf. Orkuveitan kom í kjölfarið, fyrst erlendis og svo innanlands og í raun búið að búa þarna til lánaflokk sem mjög áhugaverður og stuðlar að því að grænar fjárfestingar eru í meiri fókus ekki bara í fjárfestingum, heldur í útfærslu þeirra fjárfestingar sem eiga sér stað og við erum búin að láta votta heilu hverfin á undirbúningsstigi til að stuðla því að allar fjárfestingar þar geti uppfyllt skilmerki fyrir grænni fjármögnun. Og við sjáum það væri þetta líka nefna fleiri en eitt dæmi, að núna eru stóri fjárfestingarsjóðir orðnir miklu meira áberandi á COP-ráðstefnum Sameinuðu þjóðanna en líka hér heima að þá eru aðilar sem að bæði eru tilbúinir til samstarfs við íslensk fyrirtæki en líka til að draga alþjóðleg verkefni hingað heim. Hjá borginni erum við í raun í þriðja fasa í stefnumótum hvað loftslagsaðgerðir og áætlanir varðar. Höfum verið að vinna með það alveg síðan í aðalskipulaginu 2010 en erum að setja fingurinn á hvað gerum við í rekstri borgarinnar, hvað gerum við í borginni, í samvinnu við fyrirtæki þar og hver eru óbeinu áhrifin út í heim af okkar ákvörðunum. Við sjáum að langstærstu viðfangsefnin eru úrgangsmálin annars vegar og samgöngunar hins vegar og við erum dálítil bandarísk bílaborg ennþá og þar risastórar áskoranir sem við verðum að ná utanum, ekki bara með orkuskiptum, heldur líka með því að tempra umferð og draga úr henni og þar koma skipulagsmálin mjög mikið inn í en líka öflugri almenningssamgöngur. Það ótrúlega mikil gaslýsing í þessari umræðu eins og öðru og boðið upp á töfralausnir eins og sjálfkeyrandi bíla og bíla í göngum og alls konar tæknilausnir sem geta verið hluta lausninni þarna eins og annar staðar en munu ekki leysa vandann. Það þurfum að gera með vönduðri áætlanagerð, alvöru ákvörðunum og grænum fjárfestingum til framtíðar, meðal annars í afkastameiri almenningssamgöngum til að taka á vandanum sem að við notum einkabíla allt og mikið til ferðalaga og þeir taka gríðarlega mikið pláss. En hvað erum við að gera? Við erum með samþykkta stefnum kolefnishlutleysi 2040 en höfum verið valin inn í 100 borga hóp sem á að vera leiðandi. Evrópa vill vera kolefnishlutlaus 2050 og þá að leita til borga að vera leiðandi að spreyta sig á því að ná þessu markmiði mikið fyrr þannig að verði til fullt af sýnidæmum fyrir allar hinar borgirnar til þess að ná þessu að meðaltali nær þannig að Evrópi heild geti náð þessu markmiðum saman. Og við vorum að reyna að finna íslenskt heita á þetta vegna þess að kolefnishlutlausar og snjallar borgir árið 2030 kannski ekki alveg að fara að fljúga og ekki einu sinni í einhverri styttingu. Þannig að við
erum að kynna það hér í dag að við ætlum að nota í raun heitið á megin tækinu. Því að þetta kallast nefnilega svo vel á við festueyfirlýsinguna að hugmyndin er svo að næsta árið þá munum við þróa loftslagssamning Reykjavíkur, samkomulag borgarinnar, vonandi með stjórnvöldu líka, háskólana og fyrirtækjana í borginni hvaða markmið þau ætla að setja sér sem lið í því að ná þeim árangri sem þessi stóri leiðangur sem við erum orðin þátttakandi í leiðir af sér. Þetta eins og mörg stór svona missionverkefni, það verið að þróa þau á meðan það verið að vinna þau, en við viljum eiga gott samtal við aðila að festueyfirlýsingunni næsta árið, fáum vonandi sem flesta borð og síðan fleiri, þannig að við verðum með sameiginlega áætlun og plan með skuldbindandi markmiðum sem við ætlum okkur að ná til þess að tryggja þann árangur sem ekki bara Reykjavík, Ísland, heldur lífkerfið allt og jörðin þarf að ná allstaðar í heiminum. Takk fyrir. Þegar munum þunglindumyndina, þú veist, þetta var auðvitað ekki svona þunglindislegt. Þegar maður gerir eitthvað svona, þá finnum maður að þetta hægt og það eykur bjartsýni. Þannig að þetta auðvitað alvöru myndin af festueyfirlýsingunni. Takk kærlega fyrir þetta. Það frábært að sjá hvað margt gott að gerast sem við myndum segja kannski ekki nógu hratt. En það allan að fyrsta skrefið að byrja að mæla, setja sér markmið og mörg fyrirtæki sem hafa náð markverðum árangri. Þeir standa ykkur frábærlega vel að halda tíma. Ég veð bara að fá að hrósa ykkur. Ég bjóst ekki við því, en kemur skemmtilega óvart. Þá ætla ég að bjóðast við Tómas N. Möller, formann Festu. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ráðherra, borgarstjóri. Frábært að fá tækifæri til þess að ræða þessu mál með ykkur í dag og ég hlakka mikið til erindana hér á eftir og það er búið að leggja tóninn í erindunum hér á undan. Mig langar að tæpa á 4 atriðum með ykkur. Hvað sem ég gerum það? Hérna þetta ekki. Svo. Fyrst bara sviðsmyndin, það sem við stöndum frammi fyrir og ráðherra borgarstjóra hafa komið inn á það og Stefán vakti okkur bara hressilega áðan. Ég þarf kannski ekki miklu bæta við það sem þú sagði, Stefán. Mig langar samt bara að segja, þessi mynd sýnir okkur sviðið eins og hún í dag og það lítur alls ekki vel út og við erum ekki rétt átt, en þannig að við þurfum að bregðast við. Það að segja, 2015, loksins, vonum seinna, þá samþykktu öll aðildarríki heims, sáttmála Parísarsamninginn kolefnishlutleysi, okkur miðar aðeins en allt og hægt og rauða pílan sýnir það og það algjör eðlismunur á þeim sviðsmyndum sem blasa við okkur eftir 10, 20, 30 ár, hvort við lendum í rúmlega 2 gráðum eða í kringum 1,5 gráðum. Þannig að þetta dauðans alvara og það þarf að bregðast við. En kosturinn sá að við getum haft mikil áhrif á þetta sjálf. Þetta í okkar höndum og núna, árið 2022, þá getum við fullir það. Við höfum þá þekkingu sem við þurfum, við þekkjum sviðsmyndina, við höfum leiðavísana, við höfum verkfærin, við höfum ekki bara verkfærin, við höfum aðferðafræði sem búið að prófa raunhöfum, við þurfum bara að nota þau meira í rekstri fyrirtækja, stofnana, framleiðslu vöru og þjónustu og hér höfum við öll hlutur. Og lykilatriðið það sem borgarstjóri kom inn á hann, það samvinna. Vegna þess að það vinnur enginn þetta kapphlaup nema allir vinni leikinn. Þannig að það sem við erum þá að gera núna og ætlum meðal annars og ég vil þakka ráðherra fyrir umhverfismála, orku og loftslagsmála fyrir þann styrk sem ráðuneytisveitir Festu, en þess að það mun nýtast vel til þess að efla þessa samvinnu. Og það sem við erum að gera í núna 200 félaga hóp Festu sem fer sem betur fyrir örststækkandi og við vinnum svo sem langt út fyrir hann, að það að horfa hérna 3 atriði, sjálfbærni löggjöf, sjálfbærni upplýsingar og nýsköpun. Og af hverju nefnum við þetta? Jú, vegna þess að nú verið að flytja það sem getur kallað sjálfbærni löggjöf inn í bílförmum. Evrópusambandið setti 2018 heilmikla áætlun Green Deal, hún meira og meina rennur beint inn í EES-samninginn og þar með til okkar svona 1-3 árum eftir að hún raun gerist á meginlandum. Þannig að ég tæpi bara á þessu mjög stutt. Hvað að gerast í sjálfbærni löggjöfinni?
Nú á þingi í gær voru lagðar fram 2 stóri lagabálkar, það er frumvörp sem verða að lögum og þar er annars vegar EU-taxonomy þar sem verða að skilgreina hvað sjálfbær rekstur fyrirtækja með stöðlum og sannarlegum hætti. Þannig að þá geta fyrirtæki í raun og veru sýnt fram á að þau séu í sjálfbærri starfsemi en að samaskapi geta þau ekki flaggandi fána ef þau eru það ekki. Hlutverk fjárfesta er að aukast og við þurfum að hafa í huga að fjárfestingarafl einkageinans á heimsvísu er 80% á móti fjárfestingargetu opinberra aðila á heimsvísu. Það eru Bandaríkin og all talið með, þannig að þetta verður aldrei leyst nema að virkja fjármálamarkaðinn og það er verið að leggja skýra skyldur á fjármálafyrirtæki að greina sjálfbærni áhættu eignasöfnum, útskýra þá mannamáli fyrir endafjárfestinum og til að mynda ef ég geng inn í fjármálaráðgjöf eftir einhverja mánuði hjá fjármálafyrirtæki þá er ekki bara spurt hvort ég sé að spara til langs eða skamstíma fyrir fasteign eða sumarfrí, heldur þá líka spurum við viðhorf til sjálfbærnimála. Þetta er allt að renna inn í agað verklag. Það eru skyldur fyrirtækjanna aukast, það voru nefnt hér hringrásarlöggjöfin áðan og þetta krefst allt stóraukinnar upplýsingagjafar. Og þar einmitt er verið að uppfæra 6 ára gamalt regluverk Evrópusambandsins, bara as we speak, svo maður sletti, það er sem sagt í næsta ári tekur gildi nýttu regluverkinn Evrópusambandsins sem kemur svo til Íslands eftir 1-2 ár. Það mun verða 50.000 fyrirtæki í staðinn fyrir 11.000 nú. Sjálfbærni upplýsingar munu verða í ársreikningum, þeir þurfa að vera endurskoðaðir, þeir þurfa að vera staðlaðir, þannig að þetta er að komast inn í sömu reglufestu og þessar bara hörðu hefðbundnu fjárhagsupplýsingar. Þannig að þetta mun hafa áhrif til líka fjármögnun fyrirtækja og ekki bara stóru fyrirtækjana sem yfirleitt falla beint undir þetta regluverk, en þess að lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru yfir 90% íslensku efnahagskerfi, þau vinna öll í virðiskeðjum stærri fyrirtækja. Þau þurfa öll fjármögnun. Þau þurfa öll fjármögnun frá fjármálafyrirtækjum sem þurfa að útskýra þetta mannamáli hvernig þau meðhöndla sjálfbærniáhættuna. Þannig að þetta er svona mósaíkmynd sem er að teiknast upp. En í þessu felast gríðarlegar ógnanir eins og við sýndum á myndinni hér áðan, en hér felast líka í þessu gríðarleg tækifæri og það dregur okkur að sjálfbærni sem er ekki bara í ungum, nýjum, krúttlegum sprotafyrirtækjum sem eru gríðarlega mikilvæg, ekki misskilum við, heldur líka í hefðbundum fyrirtækjum og jafnvel bara döll og leiðilegum fyrirtækjum sem eru með lága framlegð en eru gríðarlega mikilvæg í þessu tilliti öllu saman. Og þar horfa fyrirtæki framan í það að stóru fjárfestar eins og BlackRock og fleiri hafa skilgreint loftslagsáhættu sem fjárhagsáhættu eða fjárfestingaráhættu. Þannig að það hefur ekkert með hjartalega að gera, þeir geta bara að tapa mörgum milljörðum bandaríkjadollara ef þessu er ekki sinnt. Þetta hefur allt saman áhrif og það skapar tækifæri í öllum rekstri vegna þess að við verðum að endurskoða það, hvernig frá all vara sem við notum, fötin, síminn, fjarstýringin, allt saman, þjónustan sem við nýtum okkur, hvernig við rekum háskóla, borgir og svo framvegis, það þarf að endurskoða þetta allt frá grunni. Þar eru endalaust nýsköpunartækifæri fyrir rótgróin og ný fyrirtæki. Og forstjóri BlackRock, Larry Fink, hefur sagt að einhyrningar næstu ára, unicorns svo kallað í sprotaiðnaðinum, verði, og það eru fyrirtæki sem áætlað að verði svona 1 milljarður bandaríkjadollar yfir, 150 milljarðar íslenskar króna yfir, hver vill ekki stofna svoleiðis fyrirtæki vega. Þau verði ekki í leitavélabransanum, tölvuleikjabransanum, orkuverum eða Facebook eða eitthvað slíku. Þau verða fyrirtæki sem veita alvöru lausnir, virðisaukaði lausnir í að besta sjálfbærni allra framleiðsluferla. Stingar sín í framleiðslu fyrir álffyrirtækja, matvælaframleiðenda, bænda og svo framvegis. Og það eru stórir peningar í pottinum, bara til þess að nefna eina tölu. Alþjóða orkumálastofnunin sem hefur rannsakað og fylgst með þessum málum í áratugi og er mjög virkt á þessu sviði, hún áætlar að bara fyrir orkusviðgift á heimsvísu, og ég kann ekkert að telja hvað þetta eru mörg núll, þá þurfa að fjárfesta fyrir 4 trilljarða bandaríkjadollara á ári fram til 2050. Og nú getið þið bara reiknað það í símanum eitthvað, hvað er það mörg núll í því og mikið í íslenskum krónum. Þetta segir okkur, það eru svakalega áskoranir en það er líka endalaust tækifæri til að virkja þessi tæki og þessa þekkingu sem nú þegar höfum og það kannski við að ræða þetta í hátíðasal Háskóla Íslands vegna þess að hér skipta til grunnrannsóknir líka gríðarlegu máli. Þannig að, og við höfum eins og ég sagði á öll hlutverk. Nú, ég ætla bara að loka þessu hér aðeins með því að hugsa þessum, ég svo smegur tíman sko, að bara velta fyrir mér, ég ætla bara að svara þessari spurningu. Er sjálfbærni vegna fyrir fyrirtækja val eða skylda
óhjákvæmilegt. Það er bara ósköp einfalt mál og við rættum mikið á vettvangi festu. Þetta er bara skylda, mórölsk, siðferðileg, út af business, gott PR, hún er líka úr lagaleg skylda. Bara tæpa hérna á nokkurum af þessum stikkurum sem ég sett á blað. Framtíðartryggja rekstur, það er bara how to future pure, framtíðartryggja fyrirtækið. Það er grunnskylda stjórnenda allra fyrirtækja. Lagaleg skylda, mórölsk skylda. Hvað hefur að taka annað? Nýir staðlar, Alþjóðareikningsskilaráðið og Evrópusambandið eru búin að kynna til umsagnar og umsagnarfrestur liðin heildstæði staðal alla sjálfbærni og þeir taka gildi á næsta ári. Bara að lokum, losun gróðurhúsalofttegunda er takmörkuð auðlind. Við þekkjum það á fiskinum þegar fiskveiðar voru kvótasettar, við þurftum að fara að sinna aflanum betur. Við þróuðum okkur það að ég veit ekki alveg hvað við unnum mikið til dæmis að hverju litum þorski, það voru ykkur 60-70%, við erum komin upp í 98%. Ekki bara góðan mat, heldur lækningavörur, snyrtivörur, tískuvörur. Það er alveg það sama sem getur, og við stofnum fyrirtæki eins og Marel og fjölda annara fyrirtæki. Það er hægt að gera, hér eru velunnu störf, alls konar faggreinar, það er hægt að gera nákvæmlega það sama með þessi takmörkuðu gæði, losun gróðurhúsalofttegunda eru takmörkuðu gæði. Það er endalaus uppspretta fyrir nýjar hugmyndir, ögranir sem geta skilað okkur árangri og aukið okkur velstand. Ég hlakka rosalega til erindana hér á eftir. Ég þakka frumælendum hér fyrir og ég held að sem vonandi erum við einhvern veginn búin að hitta upp salinn fyrir sérfræðingarna sem miðlar sinni raunverulegu reynslu og þekkingu. Takk fyrir. Frábært, þakka þér kærlega fyrir. Þetta, Tómas kom svolítið að kjarnanum í þessu, að ef fyrirtæki setja ekki þessi sjálfbærnimál á oddinn þá verða þau líklega ekki í rekstri í framtíðinni. Þannig að þetta er ekki lengur val, þetta er bara skylda fyrirtækja. Mér láðist víst að nefna að við erum í streymi, þannig að verið hjartanlega velkomin öll sem er ekki með okkur í salnum og gaman að segja frá því að metskráning á viðburðinn í ár, þannig að áhuginn er aukast á þessu mikilvæga málefni. En núna ætla ég að hleypa ykkur í hlé, fáum okkur smá kaffi og hitum okkur upp fyrir erindin sem eru hérna á eftir og ég ætla að biðja ykkur að vera komin aftur í salinn klukkan 2.
og setja, Augnablik, við ætlum bara að ná mynd. skrifa rétt nafn og svo. Já. Við gerum ekkert annað gagn, sko. Já, ég held að hún sko. Já. Svona micromanagement. Já, við viljum gætna 2 eintök. Já, Já, ekki. það var æðislegt erindi hjá þér. Já, var rosalega gott. Ég bara, mér svo, já, ég er mikrofón á alveg bara. Ég ætla að segja mér svo gaman að sýta hérna, njóta bara. Já. Svo er það gaman. Hérna, svo er mynd hérna. Takk fyrir. Já, og hérna líka. Fyrsta fundi líka. Við kannum greitt mér, eða við það er svona verðilega. Iss, við greiðum það. Nei. Hvernig er það? Þetta er minnst. Hans hægri. Já. Já, já. Er þetta ekki bara komið? Æ, Ég veit ég sé að tanni streymur. já, ég las þess að ekki neðstu línur. Ingibjörg, þetta er yfir. Nú veit ég það, ég skrifa ráðherralegri póstur, það er líður.
Jæja, endilega fáið ykkur sæti. Jæja, skulum við halda áfram með dagskrána. Jæja, var ekki gott að fá sér smá kaffi? Jú, það er nauðsynlegt. Sem melta þessi frábæra ávörp sem vorum að hlusta á. Núna er svona komið að fræðsluerindunum og við vonum svo sannarlega, eins og ég nefndi í upphafi, að fyrirtæki geti nýtt sér þó það sé ekki nema eitthvað eitt eða tvennt sem kemur fram í þessum erindum og við viljum hafa þetta svolítið svona fræðslumiðað. Þannig að í lokin á hverju erindi þá ætlum við að bjóða ykkur í sal upp á að koma með spurningar til framhælanda. Og þannig að ég ætla að biðja framhælendur að hingra í pontu og bjóða upp á spurningar. Þannig að endilega farið að hugsa hvort það sé eitthvað sem að ykkur vanhagar maður fá svör við. Reyndar verða ekki spurningar eftir fyrsta erindið. Það er hún Birgitta Steingrímsdóttir, sérfræðingur í teymi hringrásar hagkerfisins hjá Umhverfisstofnun, sem ætlar að koma hérna upp og fræða okkur kolefnishlutleysi í rekstri. Hvað er það og hvernig forðumst við grænþvott? Gjörðu svo vel, Birgitta. Takk fyrir. Þið verðið bara að ganga á mig hérna fram og eftir og spyrja mig ef þið eru með eitthvað spurningar. Það er frábært að fá tækifæri til að vera með í þessu samtali hérna í dag. Mikilvægt samtal. Og mér langar til þess að byrja á því að fá okkur til þess að loka augunum í smástund. Lokum augunum. Og við ætlum að hugsa börnin okkar. Og jafnvel barnabörnin okkar. Og bara allt mikilvæga litla fólkið í okkar lífi. Ok, þið megið opna augun aftur. Við megum nefnilega ekki gleyma því af hverju við erum að þessu. Af hverju erum við að stefna að kolefnishlutleysi í rekstri? Af hverju erum við að skrifa undir alþjóðasáttmála í loftslagsmálum? Við erum að þessu til þess að skapa lífvænlega framtíð fyrir mikilvægasta fólkið í okkar lífi, börnin okkar og barnabörnin. Og ég veit ég er alveg rosalega dramatísk. Þetta er samt bara kjarni málsins og við megum ekki gleyma þessu. Það gleymist svolítið í þessu daglega amstri og í storminum. En mér langaði bara að koma þessu svolítið frá mér og setja svolítið tónin svona í upphafi. En það kemur mjög skýrt fram í Parísarsamningnum að til þess að ná þessu markmiði, að skapa lífvænlega framtíð hérna fyrir börnin okkar og barnabörn, að þá verðum við að ná kolefnishlutleysi. Og þetta orð, kolefnishlutleysi eða carbon neutrality, þetta í rauninni kemur ekki fram í samningnum, orðið sjálft. En það er mjög skýrt að þetta er það sem þarf að gerast. Af því að það segir í samningnum að við verðum að draga hratt og verulega úr losun og auka bindingu á móti og ná jafnvægi þarna á milli fyrir árið 2050 til þess að ná að halda hlýnun innan við 1,5 gráðu og koma í veg fyrir hörmungar sem að því getur hlýst. Þannig að þetta er svona kjarninn í þessu hugtaki, kolefnishlutleysi. Ég veit þetta er orðið algjört jargon og eitt af þessum orðum sem við heyrum svolítið fleygt fram og vitum ekki alveg hvað þýðir. Þetta er svona stóra myndin, jafnvægi milli losunar og bindingar, þannig að nettó losun á heimsvísu sé í rauninni 0. Ég vona að það sé að fylgja mér. Þetta er nefnilega risastórt markmið og við þurfum allar hendur á dekk. Og þess vegna er svo frábært að sjá hvað eru mörg fyrirtæki, lönd,
borgir, ríki, bara aðilar út allan heim sem hafa sett sér með þetta markmið að stefna að kolefnishlutleysi, að minnsta kosti fyrir árið 2050. En það þarf að vanda til verka og mér langar að fara með ykkur í gegnum hvað þetta þýðir og hvernig við einmitt vöndum til verka. Ísland ætlar að vera kolefnishlutlaust 2040 eins og fram hefur komið og Reykjavíkurborg eftir 8 ár sem aldeilis metnaðarfullt, það var bara gaman að fylgjast með hvernig þau ætla að fara að þessu. Og Billie Eilish og Coldplay, þau ætla líka að vera kolefnishlutlaus. Þau hafa semst gefið það út að þau eru öll á tónleikaferðalagi þessar mundir, reyndar í sitt lagi. Og þau ætla semst að stefna því að þessi tónleikaferðalög verði kolefnishlutlaus, hvorki meira né minna. Þannig að það verður gaman að sjá hvað kemur út í því, hvort þau ná því. En þegar kemur að fyrirtækjunum, að rekstrinum, að þá ekki til einhver svona alþjóðlega samþykkt skilgreining á því hvað kolefnishlutleysi í rekstri þýðir. En að því sögðu að þá hafa vísindamenn og bara svona helstu hagaðilar í loftslagsmálum sammælst það að það eru þarna úti viðmið og staðlar og bara aðferðir sem að fyrirtæki geta fylgt, sem að uppfylla í rauninni svona kröfur bara best practice. Þetta í rauninni svona bestu mögulegu aðferðir til þess að stefna að kolefnishlutleysi. Og við munum fá að heyra hérna eftir frá fyrirtækjum sem eru að nýta sér einhver af þessum viðmiðum eins og til dæmis Science-Based Targets. Ég er mjög spennt að heyra frá hérna eftir. Það allra mikilvægasta sem við þurfum samt að gera þegar við erum að stefna að kolefnishlutleysi þetta hérna. Og þetta má ekki gleymast. Við verðum fyrst og fremst að draga úr losun. Og maður heyrir stundum þú veist, þetta eitthvað flókið? Getið ekki bara sagt á morgun að fyrirtæki mitt sé kolefnishlutlaust, ég kaupi bara einingar, þú veist, jafna bara mína losun og ég ætla bara orðin kolefnishlutlaus. Í rauninni miðað við það sem ég sagði hérna uppæði, muniði jafnvægi þarna á milli losunar og bindingar. Jú, en þetta ekki svona einfalt. Af því að þegar við erum að tala að við verðum fyrst og fremst að draga úr losun, að þá erum við að tala deep cuts. Við erum að tala að við erum hérna á skíðasvæðinu, þá verðum við að byrja hérna uppi á toppnum, það sem við erum núna, taka bröttustu brekkuna niður og renna okkur alveg út á sjó, þið vitið. Og þetta bara ferðalag sem tekur tíma. Og ef við miðum við svona hörðustu kröfur eins og til dæmis Science-Based Targets gera, þau byggja í rauninni bara á vísindunum frá til dæmis IPCC, að þá eru kröfurnar þar þannig að fyrirtæki þurfa að draga úr losun til ásins 2050 að minnstakosti 90%, sem náttúrulega alveg klikkaslega mikið. En það segir okkur bara það að þetta eitthvað sem að tekur tíma, kostar pening og jafnvel einhverjar lausnir sem við þurfum að nýta okkur sem ekki svona til í dag. Og þess vegna erum við alltaf að tala þessa vegferð að kolefnishlutleysi, leiðin að kolefnishlutleysi. Að við getum ekki verið kolefnishlutlaus á morgun. Mér finnst allavega mjög hæpið að eitthvað fyrirtæki geti haldið því fram. Þetta ferðalag. Og þetta það allra mikilvægasta sem við verðum að hafa í huga, númer 1, 2 og 17, að draga úr losun. En annars eru þessi viðmið sem ég myndist á, þessi konsensus best practice þegar kemur að þessari vegferð að kolefnishlutleysi, felur í rauninni þetta hérna í sér, í mjög grófum dráttum. Við þurfum náttúrulega að mæla okkar losun, við þurfum að vita hvar við stöndum í dag. Best náttúrulega að maður getur mælt alla sína losun, alla losun í umfangi 1, 2 og 3. En ég veit að fyrir mörg fyrirtæki það bara ansi stór biti, þannig að allavega byrja á því að mæla það sem þið geti mælt eins og staðan í dag. Og helst þá náttúrulega að mæla ykkar veigamestu losunarþætti. Og svo þarf að setja sér markmið, og eins og ég var að tala áðan, við þurfum að setja okkur bæði langtíma markmið hvenær við sjáum fyrir okkur fyrir árið 2050 að geta rennt okkur á skíðunum alveg niður á sjó, náða alveg djúpum samdrætti í losun, nánast niður í ekki neitt. Hvenær sjáum við fyrir okkur að geta það, við ætlum að stefna því. Og svo að varða leiðina, setja okkur svona intermittent markmið. Til dæmis eins og Íslands stjórnvöld árið 2030 ætla þau að vera búin að draga úr losunum 55% og svo leys. Og svo þarf náttúrulega að fara í aðgerðir til þess að draga úr losun, sem það allra mikilvægasta sem við gerum. En svo gerist það náttúrulega að á hverju ári að þá alltaf einhver losun sem eftir hjá okkur. Vonandi hún alltaf að fara, minnkandi, en það alltaf einhver útistandandi losun. Og þá ótrúlega mikilvægt til þess að auka þessa bindingu, sem nauðsynleg líka í kolefnishlutleysi, að við kaupum kolefniseiningar, kolefnisjöfnum okkar eftirstandandi losun. Og þetta þarf að gera með ábyrgum hætti. Það ótrúlega mikilvægt til þess að tryggja raunverulegan árangur og trúveruleika. Og þetta gerir þið með því að kaupa einingar sem eru vottaðar samkvæmt alþjóðlegum kröfum. Og það rosa mikið að gerast í þessum heim í dag
og mörg fyrirtæki sem að standa fyrir loftslagsverkefnum sem eru einmitt í ferli að sækja sér slíkar vottanir. Þannig að það er rosalega mikil gróska og ótrúlega mikilvægt að fyrirtæki veiti fjármagn í svona verkefni sem búa til kolefniseiningar. Af því að þetta eru náttúrulega bara verkefni sem var ekkert arðbær annars. Ok, ég vona að sé að fylgja mér og svo þurfum við að rapportera hvað erum við að gera, hvað erum við búin að gera og hverju einasta ári og helst fá það staðfest frá óháðum þriðja aðila, hvort sem það er endurskoðandi eða einhver vottunaraðili annar. Þannig að þetta er svona svolítið leiðin að kolefnishlutleysi. Þetta er það sem þarf að gerast og svo eru margar í rauninni aðferðafræðir, það er náttúrulega alls ekki orð, margar aðferðir sem við getum nýtt ykkur til þess að vinna með, sem við fáum að heyra betur af hérna eftir. En ég bara emphasisa enn og aftur á að við verðum að draga úr losun. Og svo erum við í rauninni með viðmið, svona viðmiðapakka, sem var unnin af öllum helstu hagsmunaaðilum í umhverfismálum á Íslandi, kom út núna í haust og heitir tækniforskrift kolefnisjöfnun og er gefin út af vegum Staðarráðs og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur þetta. Þetta er rauninni viðmið sem að fyrirtæki geta nýtt sér til þess að gera einmitt það sem ég var að tala hérna á glærunum undan, til þess að vinna sína leið að kolefnishlutleysi. Og sömuleiðis eru þarna inni viðmið fyrir fyrirtæki sem vilja búa til kolefniseiningar. Þannig að endilega kíkja á þetta á vefnum. Og svo er það þetta með trúverðuleikann. Við verðum að tryggja trúverðuleika. Þið hafið örugglega öll heyrt þetta hugtak, grænþvottur. Og grænþvottur snýst í rauninni það að fyrirtæki að setja fram rangar eða bara hreinlega villandi upplýsingar frammistöðu sína í umhverfismálum. Og þetta er bara oftar en ekki gert óvart. Það er ekkert allir sem eru viljandi að stunda grænþvott. En það er svo ótrúlega mikilvægt að við gerum okkar besta til að koma í veg fyrir þetta. Af því að það sem að gerist er að fyrirtæki verður uppvíst að grænþvotti er að það skemmir ekki bara fyrir þessu tiltekna fyrirtæki, það skemmir líka bara svo svakalega út frá sér. Og fólk missi bara tiltrú á umhverfismálum ef það er að heyra af einhverju fyrirtæki sem heldur einhverju fram og það er bara, kemur í ljós að það er bara alls ekki að gera það sem það segist að gera eða einhver vara sé alls ekki umhverfisvæn og við töldum allt þetta. Fólk verður bara, þetta verður bara noise og suð og bara gleymdu þessu, ég trúi þessu ekki, hlusta ekki á þetta, kolefnishlutleysi, algjört fret. Þannig við verðum öll að passa okkur og vanda til verka og ég ætla bara að gefa ykkur svona 2 lykilatriði sem við verðum að hafa í huga og það er gagnsæi. Segið okkur hvað þið eruð að gera, hvernig er það að mæla ykkar losun, hvað er undir, hvað umfang, hver er ykkar markmið, hvað hafið þið gert hingað til og hvað ætlið að gera og miðlið þessu til neytenda bara samfélagsins á skýran og skilmerkilegan hátt. Og fólk kann svo innilega að meta heiðarleikann. Við þekkjum það bara öll, við viljum að fólk og fyrirtæki séu heiðarleg. Þannig að ef þið eru til dæmis fyrirtæki sem af einhverjum ástæðum losar mikið á gróðurhúsalofttegundum, segið okkur bara frá því, segið okkur frá stöðunni. Við erum inn í iðnaði sem er mjög veldur mikill í losun, við erum meðvituð það, við ætlum að gera A, B, C og D. Geggjað. Þannig að þetta er lykillinn að því að í rauninni sporna gegn grænþvotti og viðhalda trúverðuleika á því sem við erum að gera. Bara aðeins einna, mér langar bara að segja ykkur frá því að við erum með alls konar efni við hjá Umhverfisstofnun. Við höldum úti alls konar verkefnum og höfum birt alls konar leiðbeiningar og erum náttúrulega með losunarbókhald Íslands. Endilega kíkja á það sem við höfum, þetta nýtist allt fyrirtækjum sérstaklega á sinni vegferð í átt að kolefnishlutleysi. Alls konar, eins og til dæmis í grænu skrefunum, það er í rauninni bara svona umhverfisstjórnunarkerfi fyrir fyrirtæki, loftslagsstefna.is, leiðbeiningar kolefnisjöfnun og margt fleira. Þannig að endilega kíkja á þetta. Og ef það er eitthvað þrennt sem langar að þið takið með ykkur úr þessu erindi, þá er það, ok, ég reyndar fennt. Fyrsta lagi muna að þetta er vegferð að kolefnishlutleysi, þetta er langtíma ferðalag. Við þurfum fyrst og fremst að draga úr losun, við þurfum að kaupa vottaðar kolefniseiningar til þess að auka bindingu á móti okkar losun og við þurfum að segja frá því sem við erum að gera, öllu því sem við erum að gera. Gangi ykkur vel og takk fyrir mig. Ég ætlaði bara að segja, þið spurjið mig svo bara frammi, ítrekka það. Já, þið grípið Birgittu eða sendið henni tölvupóst, fyllum inboxið á spurningum. Takk hella fyrir þetta, það er ákaflega mikilvægt að muna eftir mikilvæga fólkinu sem þetta snýst allt um. Strákurinn minn er 2 ára og árið 2030, svo Hrund benti réttilega á hann, verður hann 10 ára. Þannig að, nei býtu, já.
Jú, 10 ára, einmitt. Það er svo stutt í þetta, þá er hann bara enn í grunnskóla. Þannig að við þurfum að drífa okkur. En þá stígur á stokk Gyða Mjöll Ingólfsdóttir. Hún er með alveg svakalegan titill, haldið ykkur. Verkefnastjóri umhverfismála á skrifstofu framkvæmda og viðhald hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Hún Gyða ætlar að tala opinber innkaup og útboð og svara spurningunni hvernig geta áherslur og hvaðir í opinberum útboðum nýst í vegferðinni að kolefnishlutleysi. Gjörðu svo vel, Gyða. Já, takk fyrir þetta. Ég heiti þess að Gyða, ég ætla ekki að endurtaka titilinn eitt, það er óþarfi. Ég er sem sagt á skrifstofu framkvæmda og viðhalds og þar sem sagt okkar hlutverk er sem sagt að byggja og viðhalda mannvirkjum borgarinnar. Við erum sem sagt að byggja byggingar borgarinnar, viðhalda þeim og samgöngumannvirki og opin svæði líka. Og ég ætla þess að segja ykkur aðeins frá okkar vegferð og ég ætla aðeins kannski að tala þessa losun sem á sér stað þá í það sem skilgreint sem umfang 3 í loftslagsbókhaldi og það er þá sem sagt losun vegna framkvæmda. Já, þarna er forsíðan. Ok, ég ætla að byrja því að sýna ykkur svona smá tímalínu. Og sem sagt, hún byrjar árið 2018, en fyrir árið 2018 þá bara var þegar rætt var loftslagsmál, þá var eiginlega byggingageirinn, hann var aldrei sýnilegur. Hann sást hvergi, en svo með árið 2018 þá kemur út aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Þar var mannvirkjageirinn ekki inni, en þar var hins vegar náttúrulega loftslagsáhrif frá bruna eldsneytis sem fellur undir mannvirkjageirann. En í kjölfarið þá fór þetta inn í samráðsgáttina og eftir samráðið þá var mannvirkjageirinn kominn á kortið. Árið 2019 þá gefur svo Reykjavíkurborg út grænan ramma vegna útgáfu grænna skuldabréfa og þar eru sem sagt framkvæmdaverkefni eða framkvæmdir þær hafa mjög stóran sess inn í þessum ramma. 2020 þá gefur Reykjavíkurborg út græna planið og þetta er heildarstefna Reykjavíkurborgar fram til 2030 og þar einmitt kemur fram markmið kolefnishlutleysi 2040 en við vitum núna að það er líka búið að setja markmið 2030. Sama ár þá kemur svo út uppfærð aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og þar kemur mannvirkjageirinn inn sem aðgerð C3. 2021 loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar og þar er einmitt fullt af bara aðgerðum sem snúa að vistvænni mannvirkjagerð og framkvæmdum og bara aðgerðir sem við sem snúa þá að bara okkar rekstri. Og svo á þess ári þá kemur út þessi vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð sem er á forræði Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Reykjavíkurborg er virkur þáttakandi í þessu samstarfi og þar eru fleiri aðgerðir sem við erum líka þá að taka þátt í að vinna að. Og akkur er ég svona farið gegnum einhver svona sögu en það er bara það og þessa tímalínu það er raunin bara fyrir okkur sem að vinna hverjum einasta degi í þessu. Það bara skiptir svo miklu máli að það eru skilgreind einhver markmið og aðgerðir. Það er raunin bara að ég hef skilgreindar aðgerðir, þá hef ég umboð og ég veit að hverju ég á að beina, minni vinnu til þess að ég sé að vinna á réttum stöðum og það er bara hafið skilgreind markmið og aðgerðir, þá næst einhver árangur. En ég ætla að setja fjallega líka að vinna vistvottani bygginga og hvernig sú vinn er svona að leiða okkur áfram í svona þessum bara í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eins og við þurfum að gera, ekki bara binda, bara framkvæma fullt og binda svo, við ætlum ekki að gera það, við ætlum að draga úr. Og sem sagt, þessi vottunarkerfi, við erum að nota breiðan vottunarkerfi eins og er og það hefur hjálpað okkur heilmikið að setja svona ykkur áherslur í framkvæmdunum og það nýtist líka bara sem ákveð gæðakerfi. Við erum að nota það til þess að sannreyna að það sem er byggt er eins það sem var hannað. Þannig að það nýtist þannig og svona aðal áherslan hjá okkur er þegar við erum að votta, þá horfum við mjög mikið á heilsu og vellíðan notendana, það er innivist og við viljum tryggja að þeir sem ferðast með vistvænum ferðamátum, þeir hafa aðstöðu til að geyma hjálminn sinn og það eru sturtur, hjólastæði og annað slíkt. Svo er framkvæmdatíminn, við þurfum að horfa á það hvernig bara verktakinn hegða sér, það er umhverfisstjórnun.
Svo er það orkunýtni, það kannski getur hort mikið á það hérlendi, sérstaklega ekki orkunýtti bygginga, það er að breytast. Það eru auðvitað komið karfir sem er frábært og sem hjálpar okkur náttúrulega að draga úr losun frá orkunotkun bygginga, en við þurfum líka að huga ábyrgði auðlindanotkun. Þannig að við megum ekki alveg treysta á Carfix. Svo er það kolefnissporið og þá vistfyrirsgreiningar. Og við erum að nota núna vistfyrirsgreiningar til þess að lágmarka kolefnisspor í framkvæmdaverkefnum okkar. En áður en ég fjalla aðeins meir þessar vistfyrirsgreiningar, þá ætla ég aðeins að setja smá mont. Við unnum og ég myndi segja áherslunar okkar á þessar vistvænu mannvirkjagerð og þessar vottanir, það eru búin að leiða okkur þangað að við fengum núna í lok september afhenta grænu skófluna og þetta er fyrsta skipti sem hún er afhent og við fengum hana afhenta fyrir endurgerð byggingar við Kleppsveg, sem hýsir núna Brákaborg sem er leikskóli og við erum bara ótrúlega stolt af þessu og þetta er einmitt verðlaunin, þau sem eru afhenta grænni byggð og þetta er eitt af aðgerðunum í þessum vegvísi af vistvænu mannvirkjagerð sem ég sýndi ykkur á áðan. Þannig að við erum ótrúlega stolt og mér leiðist ekki að sýna þessar myndir, bara ótrúlega ánægð með þetta. En svo ætla ég að halda áfram að tala þá kolefnissporið. Við erum sem sagt að láta reikna núna, við látum gera vistfyrirsgreiningar fyrir þessar byggingar sem við erum að votta og hérna sjáum við kolefnissporið fyrir 5 byggingar. Það er Miðborgarleikskóli, hann er guli stöpullinn til vinstri. Það er, hann mun rísa á Njálsgöturóló og þetta eru krosslindum timbureiningum, þannig að þetta er timburbygging. Bláu súlurnar eru allar steypt mannvirki. Og þarna sjáum við Kleppsveg, hann er stöpull nr. 2 og þeir sjáum að kolefnisspor á Kleppsveg er mjög lágt. En það er af því að við endurnýttum steypta burðarvirkið í húsinu þegar við endurgerðina. Og ég segi aðeins meira fyrir þau eftir. Svo er áhugavert að sjá þarna munin á, það er Dalskóli kemur næst, þetta eru byggingarnar upp í Úlfarsárdal. Það er Dalskóli og svo menningarmiðstöðin, Dalslaug og Fram. Og þeir sjá að menningarmiðstöðin og sundlaugin og Fram með mun hærra kolefnisspor. Og það er rauninni, orsökin er bara, það er inni sundlaug í Dalslaug, þannig að það er mjög mikið steypa náttúrulega í sundlauginni. Og svo er Fram, það er stálgrindarhús og það er mikið stál og við sjáum það er rauninni bara þarna. Sundlaug Reykjavíkur, þarna er engin inni sundlaug og þegar við erum að reikna kolefnisspor mannvirkið eða hússins þá erum við ekki að skoða sundlaugarnar úti. Þannig að það virðist vera bara í Sundlaug Reykjavíkur er bara rosalega mikið að steypu og líka það er mögulega spurning hvað er styrkur steypuna, hann getur verið dálítið hár, þannig að það er mikið að sementi. Svo hérna sjáum við, ég er bara búin að sprengja upp kolefnissporið, þannig að við sjáum í rauninni hérna hvað er það sem veldur. Hvernig skiptist kolefnisspor á milli mismunandi svona lífsfasa eða hvað maður segja við erum að horfa á 60 ára líftíma sem sagt á byggingunum og þið sjáu það í 4 blái hlutinn á súlunum er það sem við köllum innbyggt kolefni eða byggingarefni. Í 4 tilfellum af 5 er það einmitt þessi byggingarefni sem eru stærsti hlutin af kolefnissporinu en það sem sker sig úr er Kleppsvegur út af þessari endurnýttu steypu. Það sem er svo næststæst í bara öllum tilvikum og rauninni stærsti hlutin á Kleppsveginum, það er orkunotkun á líftíma. Og þannig að þó við séum með þessa frábæru grænu orku, þá á 60 árum sem við erum að reikna hérna með, þá skiptur hún samt máli í kolefnissporinu. Og það sem er minnst, það er í rauninni orkunotkun á framkvæmdatíma, sem er guli hlutin. Og kannski segja það hérna að Sundlaug Reykjavíkur og Kleppsveg, það eru rauntölur frá framkvæmdinni en í hinum tilfellunum er þetta svona norræn meðaltöl og ég grunar þau séu of lág þannig að líklega er þetta aðeins stærra en hins vegar þá erum við hérna með svona ákveðna heildarmynd sem við sjáum og hérna já, þannig að það er betra að hafa það heldur en ekki neitt og svo kannski bara uppfæra við þetta þegar við höfum allar lokatölur sem sagt frá framkvæmdum en mér langar svo bara rétt svona að segja ykkur hvað við erum svo, hvað erum svo að gera með þessar upplýsingar. Núna vitum við sem sagt hvernig Kleppsvegurinn, við ákváðum fyrst að skoða hann, ég ætla að segja ykkur frá því, sem sagt, við ákváðum þá að tékka, ef við hefðum nú byggt sömu byggingu frá grunni, hvað hefði þá kolefnissporið verið? Og það sem kemur ljós að kolefnisspor endurgerðarbyggingarnar er 4 lægra en ef við hefðum byggt sömu byggingu frá grunni og það sem meira er að í þessari endurgerðarbyggingu þá er kolefnissporið 50% lægra, 56% lægra fyrir byggingarefni eða þetta innbyggða kolefni.
sem að við erum ótrúlega ánægð með og svo vegvísinu sem tala aftur máðan, þar einmitt markmið sem sagt samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá byggingarefnum og þar markmið að ná 55% samdrætti. Við náðum hérna 56% samdrætti með því að endurnýta steypta burðarvirkið. Við bara óslega ánægð með okkur þar. Svo af því við vitum að í öllum þessum hinum stöflunum, þar stærsti hlutin steypa og við erum núna að skoða, það að vera að hanna hús í fjölskyldu húsdýragarðinum sem steypt og við erum núna að skoða hvernig við getum notað vistvænni steypu í innveggina þar. En það ekki komna niðurstöðu þar og við okkur bara laka til að fá þær. En ég ætla rétt að sýningu líka, við erum líka að skoða þessa orkunýtni, þessi orkunotkun á 60 ára líftíma og þið sjáu hérna að við ákvæmum að skoða fyrir miðborgarleikskóla hvaða áhrif það hefði á orkunýtni byggingarinnar ef við myndum auka einangrun í þaki, útveggjum, kjallaraveggjum og botnplötum og nota þrefalt gler í staðinn fyrir tvöfalt gler. Og þarna beittum við bæði vistfjörðsgreiningu, kolefnisspori og líftíma kostnaðargreiningu. Og þið sjáu þarna í töflunni að við erum að horfa á orkunotkun, kílóstundir, kostnað og CO2 útblástur á ársgrundvelli. Og niðurstöðurnar leiddu okkur til þess að við jukum einangrun í kjallaraveggjunum og botnplötunum 100 mm og ákváðum að nota þrefalt gler í glugga og gluggakerfi. Og þið sjáuð að efsta talan þá óbreytt ástand, bara upphaflega hönnunin. Og svo sjáuð hvað gerist þarna eftir breytinguna, að við erum að ná þarna 13% hagkvæmni í rekstri byggingarinnar. Og þarna erum við samt búin að taka inn aukið kolefni þessara byggingarefna sem við bætum við. Og við erum að ná þarna hálfu tonn á ári í sparnað, sem þá næstu 30 tonn á þessum 60 árum. Ég er búin að fá rauðaspjaldi hérna, þannig að ég ætla að segja ykkur örstutt þessi framkvæmdaútboð. Það líka miðborgarleikskóli. Þessar framkvæmdaútboð og útboð eftirlits. Það settum við inn gæði á móti verði, þar sem verði gilti 90% en gæði 10%. Og bjóðendur gátu hlotið stig fyrir að hafa vottað umhverfis, öryggis og gæðastjórnunarkerfi og líka að hafa reynslu á bréfum. Og það voru þarna aðilar sem fengu stig fyrir þetta. Í útboði eftirlits þá var líka, ef að bjóðandi skuldbindur sig til að nota vistvæna, hreinorku ökutæki eða vistvæna samgöngumáta, þá var getað fengið stig og allir bjóðendur í eftirlitsútboðinu höguðu þar við og fengu stig. En í framkvæmdaútboðinu þá settum við upp matskerfi sem í rauninni, við fengum það hjá Veitum, fyrirmyndina og þar gátu verktakar hlotið stig fyrir að nota ákveðin tæki sem voru þá hreinorkutæki. En þannig skemmst að segja var því að tilboðin voru opnuð í gær og það hakaði enginn í neitt og enginn fekk stig. En það segir okkur samt bara ákveðin hluti markaðinn. Við vitum það bara, við erum tilbúin, við erum ekki það eitt, við höldum kannski bara áfram að setja þetta út og vonandi tikkar einhverju bóksi einhvern tímann, skilur. Það bara, við erum byrjuð allavega. Svo það þessi almenn útboðsverk og við ætlum ekki þar að fara að gera kröfur einmitt líka. Við ætlum að gera kröfur það sem snýr að eldsneyti og úrgangi. Það að lágmarka og draga úr bara úrgangi og auka endurvinnslu. Svo ætlum við þetta þegar draga úr eldsneytisnotkun og það líka skrá eldsneytisnotkunina og magn og flokka úrgangs sem myndast. Og náttúrulega tilgangurinn með þessu bæði að þá fáum við náttúrulega upplýsingar umfang 3. Við fáum þetta er náttúrulega aðhald fyrir verktakann, það vilja allir gera vel, þannig að þetta er aðhaldsmál líka bara fyrir þá. Og svo vonandi þá bara einhvern tíma, þá sjáum við vonandi bara línuna fara niður. Það bara minnkar þegar fleiri hreinorkutæki komast inn. Það er svona von okkur að sjá það. En þetta er bara vegferðin sem við erum á og við ætlum að ná árangri, það er bara það sem við ætlum að gera. Og við viljum líka sannreyna hana, við viljum hafa svona tölur til að sýna fram á. Takk fyrir mig. Kveikja mæk, já. Þá ætlum við að bjóða upp á spurningar. Ef það einhver spurning úr sal. Já, Karin Björk ætlar að hlaupa með mækinn til þeirra sem hafa áhuga á að spyrja spurningar. Komið öll sæl, ég heiti Hólmfríður og umhverfisstýra Orkuveitu Reykjavíkur.
takk fyrir frábært erindi. Mér langaði til að spyrja því þú kemur upplýsingar mat varðandi hreinorkutæki. Nú vitum við af því að til dæmis Oslo, höfuðborg Noregs, hefur sett skilyrði það að innan ákveðins radíus frá miðbænum að þá þurfum við að nýta hreinorkutæki, hver er nafni sem þau nefnast, við framkvæmdir. Hefur Reykjavík svona í ljósi þess að verða svona fyrirmynd árið 2030 hugsa sér að fara svipaða leið? Ég held meira að segja að Stokkhólmur sé einnig með svona kríterju. Ég bara veit það ekki, hreinlega, hvort að það sé, ég er ekki í þessum markmiðasetningum, en mér finnst það mjög líklegt að það verði tekið svo ákvörðun á einhverjum tímapunkti að þetta er, fyrir mér, ég horfa á þetta líka sem bara svo mikið lofgjæðamál, að því við erum að fara inn í byggð sem er þétt fyrir og eins og, þú veist, Njálsgöturóló, þú veist, þú ert bara við gluggann hjá fólki, það er bara þannig og ég hef ekki trúið öðrun að þetta verður skoðað, eða sé til skoðanu jafnvel, en er það ekki? Jafnvel bætt við það. Já. Og þetta er samtal sem er í gangi, vilt þú bæta við þetta? Já, þetta er hluti af aðgerðanum í þessum vegvísi og þetta er náttúrulega bara það krefst mikil samstarfs bæði aðalega í samtaka atvinnulífsins og iðnaðarins og svo framvegis. Þannig að þetta er bara, samtalið er hafið og þetta er klárlega markmiðið okkar. Svo vitum við að það er ekkert mikið að tækja en við erum búin að heyra eitt steypubíl og ég veit einu gröfu og einu verktaka. Þannig að þú veist, þetta er að fara að gerast. Þannig að já. Takk fyrir. Eru fleiri spurningar? Nei. Þá bara þakka ég fyrir mig. Frábært, takk kærlega fyrir þetta. Ég er náttúrulega fulltrúi samtaka iðnaðarins og leggja líka áherslu á að upplýsa fyrirtæki þessar kröfur svo þau geti farið að gera ráðstafanir að þessu mikið smelt á strax og þannig að fyrirtæki geti svona skipulagt sér fram í framtíðina. En já, það er bara stórkostlega að sjá hvað hefur breyst mikið í byggingariðnaði og liðnum árum. Þá er komið að erindinu, við höfum sett okkur markmið kolefnishlutleysi, en hvað erum við að gera? Og þau eru 2 sem ætla að stíga á stokk, þannig ég ætla að biðja þau bara bæði að koma hérna upp. Það er Þorsteinn Kári Jónsson, forstöðumaður sjálfbærni og samfélagstengsla hjá Marel, sem ætlar að segja okkur frá Science Based Targets Initiative aðferðafræðinni. Og svo er það hún Bjarney Harðardóttir, Head of Brand hjá 66 Norður, sem talar kolefnishlutlausa framleiðslu og vottun frá B Corporation. Þannig að Þorsteinn tala fyrst, svo kemur Bjarney bara strax á eftir og svo ætlaði ég bara að bjóða spurningar saman ef ykkur er saman það. Já, gjörið svo vel. Þakka þér fyrir, Nanna. Gaman að sjá okkur og svona marga hérna í dag. Science Based Targets, þetta er verkefni sem við erum búin að vera að vinna í svolítið langan tíma og ég er mjög glaður að fá þetta tækifæri til þess að segja ykkur frá þeirri vegferð. Bara fyrst, Nanna er búin að kynna mig, þannig að skautum hratt yfir það. Loftslagsmálin eru mjög mikilvæg, en þau eru líka bara eitt púsl í stórri mynd sem við þurfum að horfa á þegar við tölum sjálfbæra þróun. Og Marel er með umfangsmikla áætlun og svona, hvað við segja, svona það sem við köllum bara okkar metnað þegar kemur að sjálfbærnimálum, sem skiptist í þessi sígildi 3 hólf, umhverfishólfið, samfélagshólfið og síðan ábyrga stjórnarhætti. Og við höfum sett okkur markmið í þessum öllum hólfum sem við vinnum staðfastlega að og það vill svo skemmtilega til að í fyrradag þá uppfærðust loftslagsmarkmiðin okkar ansi hressilega þegar við fengum staðfestingu á því að okkar Science Based Targets væru metnaðarfull eins og það er orðað og ég ætla að fá að segja ykkur aðeins frá því ferli hérna í dag. En sem sé
að setja sér þessi science-based targets ansi umfangsmikið verkefni og vegferð sem við hófum árið 2020 fyrir rétt tæplega 2 árum síðan. Og þá sendur einn bréf til þeirra og segir við ætlum að setja okkur þessi markmið hérna og í kjölfar af því þá farðu langan lista af hlutum sem þú þarft að uppfylla fyrir umsóknina sem þú sendir síðan inn sem við og gerum og sendum þessa umsóknin í vor á þessu ári. Það tók sem sé það bil 1 ár rúmlega að klára alla útreikningarna sem þú þarft að gera til þess að geta sendt inn umsóknina. Fyrir þá sem ekki vita, þá það er kannski búið að koma hérna fram í dag, þá eru science-based targets í raun og veru bara svona vísindaleg nálgun á það hvernig fyrirtæki eða aðrar skipulagsdeildir geta aðlagað sig að Parísarsáttmálanum varðandi loftslagsaðgerðir sínar. Það sem er krafa hjá þeim sem er svona nýtt í umræðunni í dag og þarf að veita miklu meiri athygli, það er að þú þarft að reikna heildarkolefnisútspor fyrirtækisins. Það er ekki nóg að horfa bara á það hvað þú kaupir mikið bensín eða hvað rafmagnsreikningurinn er hár, sem er náttúrulega mikilvægt. Þú þarft að horfa á alla virðiskeðjuna þína. Fyrir fyrirtæki eins og Marel þá er það náttúrulega hluta til okkar eigin rekstur, en síðan er það öll innkaupin okkar og öll aðkeyptþjónusta, en það er líka öll notkunin sá útblástur sem fer í notkun á tækjunum okkar. Það telur líka með í loftslagsbókhaldinu. Þannig að við förum að vinna þetta allt saman. Ég man ekki hvað voru mörg til dæmis vörunúmer sem við þurftum að keyra í gegnum varðandi innkaupin. Ég held að það hafi verið 70 til 80.000 og þar þarf það að vera með vigtina og öllu, þú þarf að vera með úr hvaða efni þetta er, þú þarf að setja inn defrakvarðana varðandi það hvernig þú reiknar kolefnisútblásturinn á þessar einingar og síðan þarftu að reikna út heildarútspori við innkaupið. Þetta þarf að gera alla flokkana, þú ert líka að skoða náttúrulega samgöngur starfsfólks, þú þarf að skoða það hvernig þú vinnur úrgangiðinn, þú þarf að skoða flugferðir og bara í raun og veru alla flokkana til þess að fá tölu sem að fer inn í umsóknina. Í kjölfar á því þá þarftu að bóka slott núna. Þetta er svo vinsælt að biðlistin er þannig að þú pantar þér númer í röðinni og númer í röðinni hjá okkur það var við fengum að fara í nóvember í gegnum umsagnarferlið. Í umsagnarferlinu þá er farið gegnum öll gögnin og það er svona review nefnd sem að fer yfir það hvort að þessi gögn séu áreiðanleg og hvort að aðferðafræðin á baku útreikningarna sé í lagi og í kjölfar af því þá færðu langan spurningalista þar sem eru gerðar alls konar svona athugasemdir við það sem þú búin að gera og þú þarft að útskýra hvernig þú komst á ákveðnum niðurstöðum frekar en einhverju öðru og þegar það er búið þá ertu sendur í aðra þannig nefnd sem gerir nákvæmlega svona erfiða úttekt á öllum útreikningunum og í kjölfarið þá er ef þú nærð að svara þessu öllu þá er umsóknin þín þá er hún sett fyrir nefnd sem ákveður hvort þú fáir staðfest þessi markmið eða ekki og í kjölfarið þessu þá þarftu náttúrulega að birta allt mjög skilvirknislega og útskýra heildarútblásturinn og hvernig þú ætlar að aðlaga þig að Parísarsáttmálanum. Þannig að ferlið sem slíkt flókið og erfitt en líka mjög þetta er mjög góð æfing. Það er bara það að auka allan skilning á gögnunum og auka umhverfisvitundina hjá starfsfólkinu heilt yfir og skilja hvað áhrif það getur haft í stóra samhenginu er mjög verðmætt. Sérstaklega þegar við erum öll að ganga í sömu áttina sem er í áttina að sjálfbærri þróun. En niðurstaðan er sú að núna er Marel eitt af 2 fyrirtækjum á Íslandi, Ölgerðin líka, sem hefur fengið þessi markmið staðfest og fyrir skóp eða umfang 1 og 2 þá ætlum við að lækka okkar losun 42% frá árinu 2021 og 25% í skóp 3. Það sem við erum að gera í skóp 1 og 2 er alignment þetta 1,5 gráðu senuna og í skóp 3 þá erum við að horfa á well below 2 degrees. En eins og allir vita þá höfum við mjög góða stjórn á skóp 1 og 2, það er mjög auðvelt í raun og veru að fara í aðgerðir þar. Í skóp 3 þá er þetta fyrst og fremst samtal við ykkar birgja eða okkar og viðskiptavinni það hvernig við getum náð árangri saman. Og það er algjör lykill í þessu. Þegar við setjum síðan þetta dæmi hérna saman og bara þá þurfum við bara að birta
alla tölunar, sýna ykkur nákvæmlega hvernig myndin lítur út. Og það sem náttúrulega áhugaverðast í þessu og flest fyrirtæki, hvort sem er í framleiðslu eða ekki, þau birta loftslagsbókhald umfang 1 og 2 af því að það er auðvelt að ná í þær upplýsingar. Það mjög fáir sem gera það umfang 3. Ég veit ekki einu sinni hvort það eru mörg fyrirtæki í Íslandi sem hafa rýnt vel í það, en það er náttúrulega svona cirka bát 96% af fótspori Marel. Þannig að þið sjáu það að aðgerðir okkar í umfangi 1 og 2, það er í raun og veru dropi í hafið ef við horfum á stóru myndina. En það þýðir ekki að við getum bara lagt árar í bát. Við þurfum þá að búa til alls konar verkefni þar sem við getum farið í samtali við okkar birgja og í raun og veru bara reynda að leysa þessi vandamál saman. En ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna, þegar við rýnum ofan í þetta hjá okkur, þá erum við að sjá sko að allt í einu þá fáum við til dæmis upp nöfnin á birgjunum sem við þurfum að tala mest við, sem eru stálframleiðendurnir til dæmis, það er alls konar svona fyrirtæki sem framleiða mótora og hitt og þetta sem fyrirtækir okkar. Og sama er að við getum líka skoða þá flokka sem af tækjum hjá okkur sem við þurfum að skoða best. Það er einmitt, armarnir sem fara í tækjum okkar, það eru stóru stálgrindirnar, alls konar svona hlutir sem við þá allt í einu skiljum hvaða aðgerðir við getum farið í til þess að ná raunverulegum árangri í loftslagsmálum. Og hinn hliðin, sem er stærsti hlutin, það er notkun á tækjunum okkar. Þar getum við raun og veru séð til dæmis í hvaða löndum er mesta losunin á tækjunum okkar. Við getum séð hvaða tæki eru það sem eru með mesta losun og hvað þurfum við þá að gera til þess að endurhanna þessi tæki þannig að þau losi minna. Þannig að þetta eru svolítið áhugaverðar upplýsingar fyrir okkur að fá til þess að búa til aðgerðaáætlun þegar kemur á loftslagsmálum. Það sem við gerum síðan þegar við klárum þetta allt saman er að fá í raun og veru sjá þessa stífu skíðabrekku, hún birtist allt í einu ljóslifandi fyrir framan okkur og við sjáum punkturinn okkar, hann er fyrir neðan 1,5 gráðu vinstra megin og hann er fyrir neðan 2 gráður hægra megin, þannig að þess vegna fáum við markmiðin okkar staðfest. Og þetta er plaggið sem við farið sendt í e-maili eftir 2 ára þrotlausa vinnu. Þá endarum við eitt svona PDF-skjal sem segir bara ekki einu sinni til hamingju, bara Approved Science-Based Targets. Þetta verður ekki mikið þurrara en þetta. En hvers vegna erum við að gera þetta? Þetta hjálpar okkur líka í ótrúlega mörgum samtölum sem við eigum við hluthafana okkar, sem við eigum við þá sem að gefa okkur einkunnir í sjálfbærnimálum og alls konar svona. Þetta líka hjálpar okkur rosalega mikið í að veita skýrar og betri upplýsingagjöf. Nú til dæmis talaði Tómas hérna að við ætluðum að horfa nýju löggjöfina. Hún krefst þess að þú endurskoða loftslagsbókhaldið þitt sem dæmi. Þannig að þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta ferli, þá getur endurskoðandinn frekar auðveldlega sagt þau eru allavega búið með flóknasta og erfiðasta ferlið, þannig að við treystum loftslagsbókhaldinu frekar vel hjá þessu fyrirtæki. Að lokum þá þarf maður náttúrulega að horfa á þessar aðgerðir hérna og það sem við skiptum þessu niður í er í raun og veru þessi 4 helstu atriði sem við þurfum að fókusera á núna. Þetta er samtalið sem ég á við fyrirtæki sem ég vinn í. Það er einmitt að hjálpa okkur að fara í svona stakeholder engagement, hjálpa öllum að skilja hvað eru þessir áækstir í augnhæð, hvaða kannski aðgerðir þurfa að fara að plana fyrir núna á næstunni, þessi flóknu mál sem við þurfum að skoða. Og síðan, sem er jafnvel bara stærsti þátturinn í þessu og ástæðan fyrir því að ég get átt frekar gott samtal við stjórnina og framkvæmdastjórnina í Marel þetta, að allt í einu þá erum við frekar góðir í stöðu til að hjálpa okkar viðskiptavinum að skilja betur sín áhrif og kannski hjálpa þeim að fara áfram í rétta átt þegar kemur á loftslagsmálunum. Þannig að þetta er líka bara frekar góðu business. Ég ætla að þakka kærlega fyrir mig. Takk Kári og mér langar að þið Birgitta leta okkur loka augunum. Mér finnst það svo fallegt að hugsa til framtíðar. Mér langar að biðja ykkur að loka augunum aftur. Þetta var ekki samhægt hjá okkur. Og hugsa fortíðina af og ömmu, hvernig þau lifðu fyrir kannski 50, 80, 100 árum. Og af því fyrirtækið sem ég ætla að kynna fyrir ykkur núna er 100 ára gamalt. Amma mín og afi fæddust 1917 og 1919
Og á þeim tíma þegar þetta fyrirtæki stofnað, þá erum við 100.000 þjóðin og við erum að staga og bæta og kynslóðin nota flíkurnar og viðskiptamódelin eru allt önnur á bak við fyrirtækin. Og mér finnst ég komandi að fyrirtækinu árið 2011 ofsalega heppin að hafa fyrirtæki með þessa sögu sem byrjar hér á Íslandi, stofnað suður við Súgandafjörð, gera sauma sjóstakka til sem var þá skelið milli lífs og dauða því að það var viðurveru okkar og mjög hættulegt að vera til sjós á þessum tíma. Þannig að gæði skipti öllu máli, ekki útlit. Á sama tíma var stofnuð viðgerðarstofa við hliðina og hún var tekjulindin, ekki að selja nýju flíkurnar heldur viðgerðarstofan. Við erum ennþá stafir að gæsa viðgerðarstofu. Ástæðan fyrir að segja ykkur þetta er að það sem við sjáum svo gerast, sem áskorunin að við erum svo mikið neyslusamfélag, við viljum henda, við viljum kaupa, hvort sem matur, föt, annað og það að drífa viðskiptamódel flestra fyrirtæki í dag. Það svona hraða neysla, ekkert á að endast, þannig að fyrir mér ábyrgðin að halda í þessi gildi sem voru upphaflega þarna og stækka þannig fyrirtækið. Þannig að fyrir okkur að ganga og fara í sjálfbærni var eitthvað sem var ekkert hugtak. Þetta búið að vera hluti af fyrirtækinu frá fyrsta degi án þess að það var eitthvað hugtak eins og við erum að tala það í dag. Þetta var bara hluti okkar lífstíl okkar forfeðra. Og ég held að lausnin mjög mikið í fortíðinni líka. Og það svo áhugavert, þetta okkar, við vinnum eftir hringráð, þá þessum kolefnisjöfnuð og við erum að vinna, við erum búin að fá viðurkenningu frá B Corp, þá fyrst og fremst erum við að horfa alla þætti, ekki bara þann þátt. Það er ofboðslega mikilvægt að gera það, ég fer svona aðeins inn á það á eftir, en mér finnst líka til að horfa til fortíðar, við vorum árið 1950 í sýningu þá mynd í hotninu Global, þá vorum við í jafnvægi. Og hvað gerist eftir 1950? Líka mikið eftir að skoða söguna, ekki bara horfa þetta allt svo og við þurfum að gera eitthvað strax, ég veit við þurfum að gera það, en við þurfum að skoða, það ýmislegt þarna sem áhugavert að skoða. Það byrjar þetta eftir stríð og allir þessi fjöldaframleiðsla byrjar og við, okkar lífstíl, 2 bílar, allt þetta byrjar. Þannig að ég held að einhvers konar jafnvægi þarna aftur í lífstíl okkar allra og hvernig við veljum skipti máli. Og fyrir utan náttúrulega samstarfi sem við erum að nefna hér milli fyrirtækja og einstaklinga og ríkis. Við erum fyrsta fyrirtækið í fataiðina hér á Íslandi sem kolefnisjafna rekstur sinn og við gerum það 2019 og svona bara til að sýna hvað þetta bara nýjustu tölurnar frá okkur fyrir 21. Við erum að kolefnisjafna umfang 3 og það er alveg áskorun og við erum eitt af fáu fyrirtækjum sem gerum það. Þannig að þið sjáu þetta 100% að það á að vera, ef þið reikna rétt. Þannig að við erum með cirka svona 380-90 tonna ári sem við skuldum og við höfum verið að nota kolvi til þess að kolefnisjafna. Við sjáum fyrir að því við eigum virðiskeðjuna, við eigum okkar verksmiðjur, við erum eitt af fáu fyrirtækjum í heiminum í fataiðinni sem á verksmiðjur og framleiðir 60% sjálf, sem þýðir það að við stýrum miklu, þannig að við erum að setja sólarfilmur, af því það þetta í Austur-Evrópu sem verksmiðjurnar okkar eru. Árið 2000 fluttum við frá Íslandi, verksmiðjur okkar, þangað og erum með 200 starfsmenn þar. Með því þá munum við ná skóp umfangi 1 niður í 0, þannig að við erum að vinna þessu, við jukum kolefnisspor, það var 3% aukning hjá okkur, út af við þurftum að flytja meira með flugi en skipum til dæmis núna. Bara svona getur haft gríðarleg áhrif út af COVID og brostnum keðjum. En við sjáum fyrir okkur að við erum bara markvisst með plan að lækka þetta og bara mælingin fyrst og fremst byrjunin á þessu. Að sjá umfangið og geta þar alveg stýrt verkefninu. Við vorum líka fyrst á Íslandi B-certified og þetta eiginlega svo áralega könnun. Það tók okkur 2 ár, ég veit alveg, þetta rosalega ferli en ofsalega skemmtilegt af því að þú færð eiginlega bara aðgerðar áætlun fyrir framtíðina, hvernig þú getur unnið markvisst í öllum þáttum hringrásarinnar til þess að bæta og þau til dæmis sýndu okkur fram á, fannst mér
af því að við erum með jafnrétti í Íslandi, við erum með sterka innviði í heilbrigðismálum, en út í Lettlandi þar sem við erum með 200 starfsmenn, 99% konur, innviðirnir þar er allt öðruvísi, þannig að við þurfum að mæta þeim þar, til dæmis með heilbrigðiskerfi, menntamál og annað, þannig að þetta getum við gert. Við erum svo, að því mörg fyrirtæki sem eru til dæmis fataiðnaði, það er einhver aðrir sem framleiða fyrir þau og þú veit ekkert um það. Þannig að við getum stýrt líka lífsgæðum þar, alla leið. Og fyrir mér er stærsta sem bæði eigandi 66 kr. Norður og er stærsta verkefni hvernig getum við vaxið eða hreyfst úr stað án þess að missa þetta, skiljiði, og náða að vinna með viðskiptamódel sem byggir á nýtni, viðgerðum, tímalausri hönnun og ekki offramboði, skiljiði, sem kemur dálítið fyrir að hafa lifað í 100 ára íslenskum heimamarkaði sem erum bara nokkur 100.000. Það er líka búið að kenna okkur þetta og það er mikill lærdómur. Það er lítið á Ísland sem fyrirmynd fyrir heiminn á margan hátt og við viljum líka vera það sem fyrirtæki hér. Bara svona verkefni sem við gerðum og það er bara akkurat í anda okkar menningar að við myndum ekki taka þátt, við erum ekki mútsölur, við myndum ekki taka þátt í eins og Black Friday eða Single Day, neittni svona, en það sem við gerum, við veitum 25% afslátt og köllum það dagur jöklana og við höfum gert þetta síðst liðin ár, ofboðslega þakklátt verkefni hjá okkar viðskiptavinum og við höfum þá veitt 9,1 milljón í alls konar verkefni tengt jöklararannsóknum og fyrir jöklana til þess að taka þátt í þessu án þess að taka þátt beint með því auka neyslu. Okkur finnst líka mjög mikilvægt að vinna í samfélaginu í Íslandi og við erum að vinna með ofboðslega skemmtilegri grasrót í hönnun og sem er að hjálpa okkur til dæmis nýta afskorninga í merkimiða á flíkurnar eins og Flétta er að gera plastplan, búið til silkjur úr okkar plasti sem kemur úr okkar fyrirtæki. Við erum að vinna með Rauða krossinum í að selja flíkur sem við erum búin að gera við, ofsalega skemmtilegt verkefni. Við erum að taka flíkur sem við getum ekki gert við og búa til húsgögn úr þeim. Þannig að það er alls konar svona verkefni sem að koma líka, sem eru hluta af þessari hringrás sem við erum að vinna í. Og við þurfum líka að vinna utanlands því að við getum ekki bara verið eyjaskeggjar og hugsa bara um okkar nærumhverfi. Við erum að vinna með Úkraínu líka því að við erum í Austur-Evrópu, Lettlandi sem er nær landamærunum nálægt. Við erum gerðum hana ból sem við reyndar því miður uppsöldir sem betur fer til styrktar Úkraínu og konum þar í gegnum UN Women. Við erum að vinna með þeim líka í Tyrklandi, í flóttamannabúðum SATA fyrir Sýrland að byggja upp þekkingu þar með því að okkar hönnuði fóru þar út í september til að kenna að búa til vöru sem mun sauma sem við mun dreifa en þær muni gera. Því að konur fá ekki vinnu í flóttamannabúðum. Það karlmennir fá vinnu, ekki konurnar. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að taka þátt í stóru myndinni líka. Svo er líka mikilvægt að gera íslenskar, svo ullin og annað, við höfum verið að vinna með Varma, skemmtilegt verkefni sem kom núna bara síðustu dögum. Og Rauða krossin, eins og ég sagði ykkur, mjög skemmtilegt verkefni varðandi að selja notaðar flíkur og ég ætla svona að ljúka þessu á litlu myndbandi svona framtíðan. Ég hef svona trú á framtíðinni og okkar svona unga fólki og þeirra gildum sem ég tengja svolítið okkar forfeðrum líka eða svona ömmum og öfum. Þannig að ég ætla að láta það bara, ég vona að það virki. Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er örugglega bara sagan og þetta er gamalt og þetta virkar. Þetta er góð vara, þetta er geðvara. Þetta er bara þrá ekki einir, sko. Ég heiti Helgi Rúnar, er 21 árs og ég safna gömlum 66 kr. Norðurflíkum. Ég er rétt að byrja, sko. Ég fer reglulega og þetta er. Það er svo gaman að fara inn í markaðinn og fletta í gegnum með fötin og snerta allt og síðan þegar maður grípur í hólurtek þá veit maður. Sko þetta er líka bara, það er svona hólur á þetta og bara svona, já þetta er bara að gera buxur sko. Ég hef nú komið með svona sens fyrir því, ég get snert efnið og bara svona aðeins hótt af flíkina þá bara svona, já þetta er þessi. Og svo vil ég kaupa þær gamlar og þá er allir kertirinn í þessu og ég meina eins og það er alveg það vantar tegina hérna, þetta er allt svona og það er eitthvað svona tilfinning sem ég get bara ekki útskipt sem maður fær þegar maður er að skoða svona flíkur sko. Og síðan kíkir maður inn í miðan og þá bara
maður veit aldrei hvaða litið maður fær, hvaða merkið það hvort að logoðu sé fyllt út eða ekki og hvort það sé einhvern öðrum lit og eins og núna það bara svart á dökkblátt, þess að sést þetta sko. Ég sá þetta ekki fyrst ég tók flýspeysun en ég vissi samt að það væri 66. Þessi peysa kemur úr Rauða Krossinum og var bara keypt daginn sko. Þetta náttúrulega bara mest klassíska 66 silhouettin sko, flýspeysan sko. Og það líka svo gaman að eiga eitthvað svona gaman. Eins og þú veist, ég sé oft fólk niðri bæ bara í fylgdúlpunni en ég ekki að fara að labba á móti neinum sem í þessar úlpu, sem þú veist, í þessum liði. Það alltaf mjög, þú veist, það ekki að fara að gerast á næstunni. Það að skemmtilega að eiga þessar gömlu flíkur, þú veist, það engin annar sem á eins flík og ég. Þú veist, það eiga allir eitthvað 66, alltaf. Þetta eitthvað svo íslenskt og ég fíla það. Ég held að fyrsta sem ég geri þegar ég fer heim til ykkur bara að kíkja í ég vil ekki segja þetta, en ég kíkja alltaf í fattaskap til að gá hvort það eitthvað flýspeysa eða eitthvað, bara svo ég get séð flíkinn og horft á hana og skoða hana. Takk fyrir. Ég heiti Margrét Pétursdóttir, endurskoðandi hjá EY og leikmaður í þessum fræðum. Þorsteinn, mér langar bara að segja til hamingju. Ég held að þetta hljóta hafi verið rosalega flókið hjá okkur og hjartalega til hamingju. En sko það svona tvennt kannski ég var að hugsa, ég var að hlusta á þig. Það svona, fyrir utan það hvað ég held að þetta sé flókið mál. Ég að hugsa sko landamærin í sko losun 3, þar sem þú segir sko notkunin á ykkar tækjum ykkar að reikna en samt þið að reikna með líka notkunina á því sem þið að gera, erum við ekki að tvítelja þarna, þú veist, hvað landamærin, hvenær fer hinir að telja sín megin, ég var að hugsa það og svo var ég að hugsa líka sko með businessin, að því að þú veist, þú ert með eitthvað graf og reyna að ná því niður og Parísarsamkomulaginu og allt þetta. Hvernig samtalið sko annars vegar sko í stjórnendahópnum og stjórnin og eigendum var þetta businessin, að því að businessin eykst, að þá eykst losunin sem að ég held að hljóti þá að vera vont í þinni deild sko. Ég er að hugsa það og svo er ég líka að hugsa sko afsakið, einhverju hringi í mig. Svo er ég líka að hugsa að hvort og þá hvernig áhrif það hefur ef þið eru að reikna sko losun 3 og ofta notkun á ykkar tækjum að ef þið eru að selja til landa það sem mengandi orka sem notuð versus kannski hrein, það byrja að hafa áhrif á businessin hvert þið seljið. Ég fór svona að hugsa tengingunum við business, markmiðssetningu við vöxt fyrirtækisins versus losun og svo þessi landamæri varandi losun 3 og það örugglega bara mín sko fáfræði sem leikmann áttum ekki á hvar landamærin liggja á milli ykkar annars vegar og notenda ykkar vara hins vegar. Takk. Nei, þetta eru góða spurningar og þessi landamæri það svona þetta eitthvað sem rætt bara daglega í þessum heimi. Þú veist hvort við séum að tvítelja og jafnvel stundum þrítelja sko, þú veist, eru flugferðirnar okkar, Icelandair og Play, þau að telja sömu flugferðir í sínu bókhaldi og hvernig þegar þetta leggst allt saman erum við þá með 200% losun. Þannig að þetta alveg gildar spurningar en í raun og veru sko það kannski heldur ekki rétta spurningin. Þetta snýst meira ábyrgðina sem þú hefur sem fyrirtæki að sjá hvert fótspor þíns fyrirtækis Þannig að þegar þú ert að tala fótspori sem af tækinu þínum, þú veist, ástæðan fyrir því að við erum að skoða orkunotkun, þetta fyrst og fremst orkunotkun sem sé tækjana sem fyrir mælingarna hjá okkur. Við megum til dæmis ekki setja inn í þetta þannig útblástur sem sparast við til dæmis að fullnýta matvörur. Það bara viðskiptavinurinn sem má setja það inn í sitt kolefnisbókhald, þó svo að það séu tækin okkar sem sjáum að gera það fyrir hann. En allir orkan sem fer í mótorana og armana og robotaarmana og allt þetta, við þurfum að telja hana.
Þannig að það er rétt hjá þér að orkugriddið sem að fyrirtækin eru á, sem við seljum til, það telur mest. Þess vegna til dæmis, eins og þið sáu áðan, eru Bandaríkin með hæsta fótsporið af þeim löndum sem við erum í viðskiptum við. Og það er bæði vegna þess að við erum með mikil viðskipti í Bandaríkjunum, en líka vegna þess að Bandaríkin hafa ekki staðið sér vel þegar kemur að endurnýjanlegum orkugjöfum. Það sem við þá þurfum að gera er að hjálpa viðskiptavinunum í fyrsta lagi að skilja hvernig þau geta lækkað fótsporið sitt, hjálpa þeim að komast í hreinni orku og fleira. Og það er á okkar ábyrgð að ef að þessi business á að ganga til lengri tíma, að við eigum þessi samtöl. Það er bara eitthvað sem við hefum ákveðið að gera. Það er hluti af ábyrgð Marel er að hjálpa viðskiptavinunum að skilja hvar hann er í þessari stóru keðju. Og síðan er það einmitt að gera alls konar hluti í vöruþróuninni sem að stuðla að því að hann noti sem minnsta orku. Og það er þá bæði til dæmis að auka endingartíma tækisins, það er það sem telur mest notabenni. Þannig að einmitt eins og Bjarni er að segja, hringrásarhagkerfið og að fullnýta, að sinna, að þjónusta tækin vel, það telur eiginlega mest. Og síðan er það að hvernig þú losar þig síðan við allt á endanum. Þannig að það er alls konar svona litli hluti sem þarf að rýna þarna í. Þetta var svo löng spurning en ég veit ekki alveg hvort að ég sé ná einhvern veginn utan um þetta, en ég vona þetta sé svona eitthvað í áttina. Getur það verið? Já. Já, einmitt. Ég skal koma aðeins inn á þetta, sko, það sem að ef þú stórfyrirtæki hefur samningsstöðu þá getur haft mikil áhrif á þriðja aðili gegnum umfangið. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að stærri fyrirtækin sem hafa mestu umsvifin leiði vagnin þarna. Ef Marel það á sínu sviði þá geta það klárlega gert það og eru örugglega að gera það. Við erum til dæmis frekar lítið fyrirtæki á heimsvísu í fatabransanum og þeir þriðja aðilar sem við erum að nota til dæmis í framleiðslu, þeir hafa samt sýnt ótrúlega mikla í ákvæðni þegar við fórum í gegnum B-Corp og spurðum, þeir þurftu að svara ákveðnum spurningum og skuldbinda sig við ákveðna kröfur sem við gerum. Það er allir sem vilja bæta sig. Maður finnur að þú kemur aldrei nei, ég vil það ekki. En ef það gerist, þá er náttúrulega viðskiptasambandinu lokið. Þannig að þetta er mjög mikið tól til þess að ýta á þriðja aðila. En leið og til dæmis flutningar fyrir okkur verða rafmagns eða verða kolefnisjafnaðir algjörlega eða það koma þannig tæki og tól, þá notum við þau, veljum við þau sem fyrirtæki klárlega. En núna veljum við skip af því þau eru umhverfisvænni flug eins og staðan er núna, ef við getum. Ég get kannski bara bætt aðeins í þetta að það er líka, þú getur hort á tvo þætti í þessu, þú getur annars vegar hort á heildarlosun og ef fyrirtæki er að stækka þá mun hún nánast undantekningarlaust stækka í einhverju hlutalli miðað við það, en það sem þú getur líka gert er að horfa á það sem að margir gera, svona intensity-based losun, sem er að horfa á einhverja deiliþætti eins og fjölda vara, eins og horfa allir með sá fyrir 66 losun per flík, svona eins og Reykjavíkurborg var að gera áðan per fermeter, og við gerum það til að missa á hverjar 1000 evrur sem við sköpum í tekjur, þá skoðum við losunina með það. Og þá sjáum við til dæmis að allar okkar aðgerðir á síðustu árum hafa skilað okkur mjög miklum árangri, þó svo að heildarlosunin við höfum ekki náð að skerpa nógu vel á kurvunni niður við þar. Þannig að það er líka alveg spurning hvernig þú bara horfir á reikningsdæmið. Það telur mjög mikið. Frábært. Takk kærlega fyrir. Ég ætla að hleypa ykkur öllum í bara 5 mínútna hlé, hlaupið á klóstið að fá ykkur smá kaffi og við komum aftur hingað 10 mínútur yfir 3.
Jæja, þá skulum við byrja þetta aftur. Ég gerir ráð fyrir að allir hafi náð að gera það sem þið þurftu að gera. En mér langar að byrja á að nefna að það eru fleiri íslensk fyrirtæki sem eru að fylgja Science Based Targets. Það eru Advania, Landsbankinn, Íslandsbanki, Össur og OR. Þannig að ef þið hafið áhuga á að kynna ykkur þetta frekar, þá veit ég að öll þessi fyrirtæki eru mjög tilbúin að miðla af sínum reynslu brunni. Við höldum áfram með dagskrána. Við ætlum aðeins að breyta fyrirkomulaginu núna síðasta hlutanum og taka allar spurningar í lokin. Þannig að við hefum 3 erindi eftir og við ætlum að klára þetta klukkan 4. Og þannig að við tökum allar spurningar þegar af þessum 3 erindum loknum, eða þetta er raunverulega 4 erindi. En við keyrum þetta í gang. Sigurður Páll Ingibergsson, gæðastjóri Vínbúðanna og hann er einnig fulltrúi í sérfræðingahópnum loftslagsmiðli Festu. Hann ætlar að svara þessari stóru spurningu sem var gerð tilraun til að svara hérna áðan. Hvernig mælum við losun frá rekstri og virðiskeðju og setjum fram aðgerðaráætlun? Gjör svo vel, Sigurður Páll. Já, hamingju með daginn. Þetta er búið að vera mjög fínt og áhugaverð spurning. Ég er búin að fyrir undirbúningum að læra hellinga þessu og ég sé að ég á líka hellinga ólært. Og en við erum að vinna sem sagt með, við vorum að klára síðast ára að reyna að mappa þetta umfang 3 eða þessa óbeinu losun. Og við erum svo heppin að við erum að vinna með Norðurlandaþjóðunum í þessu, einkasölunum þar og þau eru mjög framalega. Það sumir segja að þessi áratug undan okkur og ég bara vona að ég nái að koma einhverju til ykkar. Við erum sem sagt ekki fullkomin, alltaf að læra. En allir þessi reikningar ekki vottaðir. En fyrirtæki verður 100 ára á þessu ári og við ætlum að ná því að næsta ári að votta reksturinn í þessu. Hvar er er ég að tapa tíma? Hvernig er? Já, þessi. Græni. Við þurfum að skoða umfang 3 og þetta var flott umræða áðan. Lykilorðin eru sem við þurfum að gera til þess að tækla þetta vandamál. Það er að setja fókusinn á óbeinu losunina og í staðlinum eru tilgreindir 15 þættir. Þið sjáu það Ég hef séð að einn af þeim er bara skylda, einni heimild sem ég sá. Það eru flugferðirnar, viðskiptaferðirnar. En þessi getur verið rosalega munur á milli, þetta getur verið alltaf 1000-faldur munur á milli þessara 15 þátta. Og ég sá grein á LinkedIn, þar var maður sem tók saman 3200 fyrirtæki sem er þessu MSC vísitölu og hann fekk út töluna 88%. Við heyrðum Marel tala 96%. Þarna er baráttan. Það er 10% í umfangi 1 eða beinu losuninu og 2% í númer 2. Takið eftir sem er stærstir í beinu losuninu. Það eru eins og Orkuveitan og Landsvirkjun og efnafyrirtæki er með 12%. Síðan í skópi 2 þar eru símafyrirtækin og það eru vefþjónarnir og það og þetta eru fasteignafyrirtækin með 15%. Restin er bara í kringu 90% í umfangi 3 og þarna verðum við að berjast og berja á þessu.
Ég gerði það fyrst að þessi ágætis Norðmál fór í gegnum 3200 fyrirtækja, fór í gegnum allar sjálfbærniskýrslur á Íslandi sem hefur gefnar út. Það eru 80 talsins. Og þarna sjáum við að ég var aðalega fiskættur, það er 52% hjá okkur. Það var 88% hjá vísitölunni hann úti. Og það er einhver íslensk fyrirtæki í þessu. Ég gaf þessu einkunn þannig að þeir sem að voru nálægt og bara saman við, þeir fara á grænt í umfangi í þessu. Þeir sem að eru svona tæpir, þeir fá gult og rautt þýðir að menn er ekkert búnir að negla allt í þessu. Og þegar við horfum yfir þetta, þá er þetta 30% sem að eru að ná þessu og ég bjóst við miklu verri útkomu. En við erum í musteri viskunnar í háskólanum og hann gefur ekkert nema einkunnir. Og ef þú fær þrá að prófi í þessum skóla, þá er það fall. Þannig að það er slæmbreytnar. En þegar það fellur, þá er bara ein leið og það er bara að komast bæta sig. Birgitta var að tala grænþvott þegar ég fór í gegnum þetta. Þá fannst mér örla hjá grænþvotti hjá einu fyrirtæki. En það var eins og út af misskilning. Þetta var ekki, þá birtu menn bara, sögðu, við bara erum búin að reikna og tóku bara 4 þætti af þessu 15. Og sögðu bara, svo bara búið. En í staðlunum segir, þú átt að segja af hverju þú gerði ekki grein fyrir hinum. Og þegar lesandi kemur að, þá heldur hann bara þarna sé málið dautt. Og þarna er komin ákveðin græn þvottur í gang. Og þarna er svona hálfgertum verið að blekkja lesandum. En það voru ekki allir, ég ætla að hrósa sérstaklega Orkuveitan, hún tók vel á þessu, Ósar og Jáverk, það tekið alveg fram og það er sérstaklega flott hvernig Ölgerðin gerir þetta og ég bara mæli með því kíkið á hvernig þeir tækluðu þetta. Síðan vil ég benda á, við vorum að tala, Tómas var að tala um reglugerðina sem er að fara innleiða og taki eftir fjármálagerðin, hann er allur grænn og þau hafa verið að undirbúa sig greinilega fyrir þetta og eru alveg tilbúin í verkefnið. Og eins má segja að endurskoðunarfyrirtækin séu búin að kortleggja þetta nokkuð vel. En af hverju erum við að þessu líka? Það er að því að við þurfum að finna hvar vandamál liggur og það var eins og Þorsteinn Kári var að tala um, greina þetta og fara í aðgerðir. Og þarna eru stóru aðgerðirnar. Ég vil benda á, ég tók hana líka, fann 8 skýrslur í opinbera geiranum, en ég treysti mér ekki til þess að ég hafði ekki viðmið fyrir þær. En aðeins til þess að innramma þetta hjá okkur, þá hefur verið að vinna í þessu 10 ár. Og það var rosalega gott að taka þátt í þessu verkefni hjá Festu og Reykjavíkurborg, að því að við erum að við höfðum alltaf unni bara 1 ár í einu og allt einu komið sér framtíðarsýn. Og við gerðum þessa áætlun og eina sem við gerum núna hverju ári það er að setja árangurinn inn á þetta. Og þið sjáum að við fórum aðeins út fyrir hérna, en árið í ár lítur mjög vel út, þannig að við komumst aftur inn á planið. Við bættum við núna 2018, þá föttum við hvernig þetta reikna kælumilun og það mætti alveg fjalla um þá. Það er mjög margt sem að hættir bæta þar á Íslandi. En sjáðu þið rafmagni, við höfum alltaf öll þessi 10 ár sem við höfum verið að vinna, þá höfum við alltaf verið að bæta okkur. Hérna á Íslandi er rafmagnsverð mjög lágt og okkur ekki veluna fyrir það, en ef við værum í Evrópu, þar sem var rafmagni verið hækkun tífalt, þá værum við að
í mjög slæmum málum. Og það á eftir þetta klassísk mynd að sjálfbærni góðu business. En með það að ná þessum árangur þá hefur verið að skipta út í LED-ljós og allslags kerfi til þess að fylgjast með. En síðan talandi þessu umfang þá heldum við alltaf að umfang 1 væri það sem allt snerist En á þessari vegferð þá búin að fatta það að ef við ætlum að vinna þetta stríð, þá það verðum að ráðast á garð þessum hæstur. Það í umfang 3. Þannig 99% af losunni hjá okkur í þessu. Og glæra sem sýnir bókhaldi hjá okkur þegar við náðum að negla þetta. Tímans vegna get ekki farið djúpt í þetta, en takið eftir því. Það sem flestir telja fram, þannig að flugið og leigubílar 8 tonn. Takið eftir þegar við förum upp framleiðslu umbúða, 8.000 tonn. Þannig 1000-faldur munur á milli aðgerða. Og hvað eigum við að gera ef við ætlum að ráðast á vandamáli? Eigum við að fara og segja reglur og segja hafa fjarfundi og hætta að fljúga? Jú, það virkar og alveg rosalega flott. En það skiptir engu máli í stóra samhenginu. Ef við ætlum að ná árangri, þá verðum við að tækla stóru töluna. En það sem kom okkur mest á óvart, sjáðu alþjóðlega flutningin. Það 7.000 tonn sem fellur. Við vorum að reikna sjóflutningin í 10 ár, það 2.000 tonn. En það að koma þessu niður á hafnirnar og til okkar, það 5.000 tonn. Og með þetta þá erum við komið með efni í gott plan. Eins og Birgitta var að segja, það að byrja að mæla og við erum búin að mæla og þá að fara í aðgerðir. Og ég ætla að segja ykkur frá það 18.000 tonn af þessum 30.000 sem vörusafnið hjá okkur og við skulum bara kíkja á það, hvernig við gerum það. Við erum svo heppin að vera að vinna með félögum okkur Norðurlöndunum og vinna samkvæmt númer 17 og þetta eitt af lykilatriðum til þess að komast áfram í þessu, það samvinna. Það sem við gerum, við báðum 2015 að gera lífsferilsgreiningu fyrir okkur og þessi greining kostaði milli 4 og 5 milljónir. En þar sem að við deilum kostnaðinum milli okkar, þá okkar þáttur, það 5%, það 200.000 kall og 200.000 kall gjafverð fyrir alla þessa þekkingu og allt sem við fáum í staðinn. Og þess vegna fórum við þetta. Og út frá þessu, þarna allir lífsferillinn og sjáum við þarna umbúðaframleiðsla, það stærsti hluturinn og við einangrum hann. En allt hitt allir lífsferillinn frá því að bara á vínegrunni alveg þangað til að viðskiptavinurinn kaupi vöruna. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig við reiknuðum umbúðirnar og fengum þá fyrirtæki til þess og þessi lífsferilsgreining kostaði 1,5 milljón sem deildist niður á okkur. Og það þessar tölur sem skipta svo miklu máli. Og þegar við komum þessar tölur, þá tekur þetta enga stund að reikna. Og í stuttu máli þá þetta þarna glerið af því að það bara innóta, að þá ef það hringrásarhagkerfi virkaði, þá færi það úr vondu hliðinni, ég sé tölunni 7 sinnum alveg í góðu hliðina. En því miður það bara einnota og þið sjáðu að plast og áldósir, þær eru svona 3 sinnum hagkvæmar heldur en gler, besta glerið. Og þegar við drekkjum mjólk, þá þurfum við ekki að hafa neitt loftslagskvíða, vegna þess að þarna búið að það besta lausnin. Það 4 sinnum betra heldur en besta glerið. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli, hvernig þetta og hvað umbúðirnar skipta í þessu öllu.
Og þegar við komum allar þessa tekkingu á þessu, þá getum við farið að gera við kallum roadmap. Og við vissum ekki, eða ég vissi ekki, hafði ekki grunum að þetta væri svona öflugt vopn í þessu. Fyrsta lagi þá sjáum við þarna skuldbindingu stjórnenda hjá einkasölum og Norðurlöndunum, og þetta að virka virkilega vel út í sérstaklega í Skandinavíu. Það trúlegast að því að það er mjög þróað allt þar, og jafnvel Kanada líka hefur fengið sterk viðbrögð, en það er minna hérna í Íslandi. En takið eftir, þannig targets. Þannig ætlum við að keyra á 50%. Það sem sagt ætlum að reyna að ná París að samkomulaginu. Síðan sjáum við Axion svona. Þetta eru þessi 3 þættir í virðiskeðjunni, og það sem við ætlum að gera, það er pakningarnar, það er þessi 8.000 tonn sem ég var að segja ykkur frá. Og þarna fyrir utan það að reyna að komast úr vondu umbúðunum niður í úr glerinu í annað, þá er þarna nýsköpun og hringrásarhagkerfið. Síðan með transporti þá ætlum við að upplýsa framleiðendur, þannig að þeir velja alltaf umhverfisvænasta kostinn. Og svo að lokum þá framleiðslan, og þar er langbesta, það er að velja vottaða vöru. Að allir framleiðendur komi með það til okkar. Og sjáðu missjónu hjá okkur það er að fá okkar viðskiptavini, og það verður okkar stærsta ákvörðun til þess að velja vottaða vöru. Og við heyrum B-Corporation áðan, og þetta er það sem að framtíðin verðum að treysta á í framtíðin, það er vottanir. Ég skora á ykkur, þegar fara út í búð, að kaupa alltaf vottaða vöru. Ef ykkur þykir vænt börnin ykkar, ekki vera alað upp á skordýraeitri. Það er ekkert flóknara það. Og vinnufélagana, þá biðið þið bara kokkinn að kaupa alltaf vottaða vöru. Þá verður betri heilsan í fyrirtækinu. En þetta er sem sagt þetta öfluga tæki. Ég var með svona fyrirlestur í háskólunum í Reykjavík. Þarna er sem sagt sami listi eftir aðgerðlisti sem við fengum frá umhverfisstofnun. Við þurftum í grænskrifunum að vinna þetta. Ég baði að koma með aðgerðir fyrir okkur. Það var 5 hópar. Og ég var rosa ánægður að það komu, nemendurnir föttuðu þetta, að það komu aðgerðir upp í efsta flokkin. Bara þessi 3 atriði efst uppi er það sem við notum í stefnunum okkar. Af því að hinn virkar svo lítið. Sjáðu gula hópinn niðri. Flottar hugmyndir. En þetta er bara hænuskref. Og ef að við ættum að gera eina aðgerð, fengjum hjá forstjóranum, þá myndum að velja einhverja af þessum í efsta flokknum. Af hverju? Jú, af því að það virkar mest. Við vitum alveg hvað það er þegar við erum búin að reikna, hvað áhrifin eru. Og það er fegurðin við þetta. Og bara til þess að svo þið skiljið endilega að því að money talks, ef ég myndi biðja einhvern að taka þátt í verkefni, einhvern niðri og fengi 1000 kall fyrir daginn, og ef hann inn í verkefni í efri hlutanum og fengi 1 milljón á dag, hvað myndi þið sækjum? Það myndi allir sækjum í efsta laginu. Þannig að þetta er munurinn á þessum aðgerðunum. Það sem er lykillinn að þessu hjá okkur núna að gengur vel, það er umbúðir bjórinn. Það er okkar stærsta sem seljum mest. En sjáu þið þarna að 91,3% af því sem seljum er í ál, sem er mjög hagkvæmt. En við erum bara að nálgast 100%. Það er svona helsta að stoppa vöxtinn hjá okkur. En stóra markmiðið í umbúðum, það er að fylgja því, það er 50% fyrir 2030. Og takið eftir því að við fyrstu 6 mánuð þessa árs, það náðu að berja niður
5% sem er mjög gott, en rauðalínan er þarna og það er 7% ári sem við þurfum og þá þurfum við heldur betur að bretta upp ermarnar og þið þurfum líka að öll að ná 7% af því að við erum öll í landsliðinu, íslenska landsliðinu. Ísland þarf á hverju einasta ári núna að berja losun niður í 7% til að ná sínum markmiðum. En ég er mjög bjartsýnn á að þetta takist af því að við erum að breyta miklu hjá okkur og við náum þessu úr 8.000 tonn niður í 4.000 tonn og eitt af því er að ölgerðin er með Science-Based Target og Coca-Cola eru líka að gera góð hluti því að ef þau ná sínum markmiðum þá náum við okkar markmiðum. Það er fegurinn við þetta. Við erum alltaf í sama liðinu þegar upp er staðið. Og tíminguminn. Já. Heyrðu, svo er eitthvað sem ég ætlaði að gera til þess að verða svolítið óvinsæll. En það sem við þurfum að gera er að við þurfum að auka þekkinguna og deila upplýsingum. Við í einkasölunum erum ekki samkeppni og allt sem við gerum, við reynum að dreifa hlutunum. Það sem er hjá fyrirtækjunum er að flækja máli svolítið. Að þetta eru viðskiptaleyndarmál hjá þeim. Þess vegna þurfum við rosalega stóra og sterka stjórn til þess að halda hlutina. Ráðgjafar þurfa að taka sig svolítið á, finnst mér. Loftslagsráð þarf að koma með skýra skilaboð, stjórnvöld þurfa að taka forystuna og atvinnulífið þekkir ekki stóru myndina. Og svo er svolítið svektur hvað kemur lítið úr fræðarsamfélagum til að hjálpa okkur. Bara svona greiningar að vinna þetta og þá fær maður svo góð yfirsýn og getur lært af hlutunum. Herðu, þá ætla ég bara að segja takk fyrir mig og ég bara vona ég hafi náð að útskýra þetta aðeins fyrir ykkur en þessi umræða sem var á, hún var rosalega góð þessi umföng og tvítalningu og allt það og við þurfum bara meiri tíma til þess að negla það sko. Og ég get eitt sem ég gleymdi að segja frá og vildi segja bara það í umfangi 2 það er til staðall og allt hvernig á að reikna það. Það er rosalegu munur á því hvernig fyrirtæki birta þetta. Og þarna þarf til þess loftslagsráðið eða einhver aðili bara að segja svona á að gera hlutina bara með dæmi vegna þess að það var oft himinn og hafa á milli fyrirtækjana í þessu. Þá þakka ég fyrir mig. Takk. Takk kærlega, leiðilegt að þurfa að skrúfa fyrir svona viskubrunn en þetta samtal er mjög mikilvægt og þess vegna langar mig að hvetja ykkur öll til þess að mæta á græna drykki sem eru 4:30 í Iðnó, er það ekki rétt Karin? Karin stendur fyrir þessu, þannig ef eitthvað spurningar þá spyrjið þið hana. En sem sagt eftir viðburðinn þá hvetjum við ykkur öll til þess að halda þessu samtali áfram í Iðnó og grænum drykkjum. En þá er það Freyr Eyjólfsson, verkefnastjóri hringrásarhagkerfisins hjá Sorpu, með stóra og mikilvæga verkefnið, innleiðum hringrásarhagkerfi. Gjörðu svo vel, Freyr. Takk fyrir frábæran fund og frábæra erindi. Loftslagsbreytingar, þetta er stærsta verkefni mannkyns og ein mikilvægasta aðgerðin í þessu verkefni er innleiðing hringrásarhagkerfis. Og það kallar á mikla breytingar, hvernig við hegðum okkur, hugsum, hvernig við stundum viðskipti og hvað við kaupum og hverju við hendum. Þú ert það sem þú hendir. Ég get alveg talað háleit markmið á þessari ráðstefnu en ruslið, það kemur alltaf upp mig. Og ruslið er risastórt loftslagsmál. Er eitthvað möguleiki að ná þessu markmiði? Já. Ég held að það sé hægt, en það þarf líka margt að gerast og eins og Sigurpáll sagði þá er þetta svona landsleikur. Ég var að hugsa það með því ég labbaði þetta upp. Þetta er eiginlega einn risastór landsleikur. Þetta 2030 markmið, 2040 markmið, kolefnislaust Ísland.
Við erum bara öll í þessu landsliði. Og spurningin er bara hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar þitt fyrirtæki að gera í þessum leik? Hvað ætlar þú að skora mörg? Og trúið mér, framtíðin er að fylgjast með ykkur. Þetta verður allt talið in the end. En innleiðing hringrásarhagkerfis er lykilþáttur í þessu verkefni. Og hvað getum við hjá Sorpu gert til þess að ná þessu markmiði? Við sjáum hérna á þessu súluriti að úrgangsmál eru loftslagsmál. Rúmlega fjórðungar af allri losun í Reykjavík má rekja til úrgangs og þessu þarf að breyta. Og hvernig gerum við það? Sorpa leikur hér stórt hlutverk en það byggir dálítið á þáttöku ykkar og þáttökur allra, almennings og atvinnulífs. Og ég held alveg og tel að borgin geti orðið leiðandi afl í umbreytingu íslensk samfélags í átt að hringrásarhagkerfi. Og hringrásarhagkerfi eins og búið að segja hérna margoft, þetta er fyrst og fremst samstaða og samtaka máttur. Sorpa er byggðasamlag, við erum rekin án hagnaðarsjónarmiða með umhverfi, samfélag og hagkvæmni að leiðarljósi og Reykjavík er stærsti eigandinn og Reykjavík ætlar að vera kolefnishlutlaus 2030, það hljótum við að fylgja með. Og hvernig ætlar Sorpa að vera kolefnishlutlaus? Með því að innleiða hringrásarhagkerfi. Og megin hlutverk og markmið Sorpu er innleiðing hringrásarhagkerfis með ykkar þáttöku. Minnka úrgang, draga úr neyslu og auka flokkun. Og Sorpa gerir þetta með því að auka endurnotkun, bara fyrirbyggja það að það verði til úrgangur. Við erum að reka góða hurðin, hann er að stækka, við erum með efnismiðlun góða hurðisins. Við erum að nota vistvæna eldsneytisgjafa á bifreiðar og vinnuvélar og við erum að tryggja það að verktakar nýti metan eða aðra vistvæna eldsneytisgjafa. Við erum í kolefnisbindingu og erum með skógræktaráætlun í samstarfi við Skógræktarfélag Reykjavíkur. Stóri þáttur náttúrulega er að lágmarka úrgang og auka endurnýtingarhlutfall, fræðsla og langstærsti parturinn til þess að ná þessu markmiði er gæja, hætta, urða, lífrænan úrgang og nýtan. Þetta er dýrmætt efni. Við erum að fanga metan og við ætlum okkur að búa til nothafa moltu sem nýtist í landgræðslu. Og svo erum við að fara í verkefni og við erum byrjuð að fara í verkefni varðandi kolefnisföngun og erum að vinna með Carbfix. Þannig að við erum með svona aksjónplan til að ná þessu markmiði. Ég er ekki bara að segja þetta hérna út í lofti, við erum með plan. En í stjórnarsáttmálanum þá setti ríkisstjórnin sér markmið 50% samdrátt í losun fyrir 2030 og hér sjáum við markmið varðandi losun vegna úrgang, 66% samdráttur til 2030. Það bara þarf töluvert mikið að gerast þegar ná því. Langstærstan hluta af losun gróðurhúsalofttegunda frá meðhöndlun úrgangs má rekja til urðunar. Endurvinnslu fylgir almennt minni losun og endurvinnsla úrgangs krefst minni orkunotkara en framleiðsla sömu hluta á nýju hráefni. Og það er því mikils að vinna ef dregið er úr urðun úrgangs og endurvinnsla aukin. Þetta er mjög einföld starffræði. Það er bara minni úrgangur, minni losun. Og það eru mjög svona mikilvæg lagafrumvarp sem bíða hérna á kantinum sem við sjáum hér á þessari glæru og umfangsmikla lagabreytingar sem taka gildi á næsta ári. Og markmiðið með þessari lagasetningu er alltaf það sama að minnka úrgang, draga úr urðun, auka endurnýtingu og innleiða hringrásarhagkerfi. Þetta er losun Íslands. Sorpa ber mikla ábyrgð á losun, ekki bara Reykjavík heldur allt landið, 2%. Og þegar ég segi að Sorpa ber ábyrgð, þá er ég ekki að tala starfsfólk Sorpu. Þetta eru við. Þið eru Sorpa og við erum Sorpa. Þetta er úrgangurinn okkar. Þetta er neyslan okkar, þetta er ruslið okkar sem við nennum ekki að flokka og hefur verið urðað. Og við sjáum það hérna að þetta er sem sagt gróðurhúsa áhrif frá urðun úrgangs vegna niðurbrots lífrænna efna við loftvirkar aðstæður. Og þá myndast þetta hauga sem er blanda metan og koltvíoxíð og metan er 25 sinnum áhrifin en koltvíoxíð. Þetta er það sem gerist þegar við urðum lífrænan úrgang. Við sjáum það eiginlega hér bara hversu glæpsamlegt það er að urða lífrænan úrgang.
og við ætlum að hætta því á næsta ári 2023. Hérna losun Sorpu. Þetta urðun fyrst og fremst. Losun samt að minnka og megin ástæða minni losunar bætt flokkun og meðferðin úrgangs og vinnsla haugás á urðunarstöðum í Álfsnesi, en þetta verður að gerast hraðar. Við erum hérna með eldsneytisnotkun og einhverjar flugferðir og við erum búin að fara í vistfélagsgreiningu, við erum búin að mæla, Birgitta. Og nú það bara planið hvað við ætlum að gera og við sjáum alveg hvað við þurfum að gera. Það haugurinn. Hér stóri sökudólkurinn. Þetta stærsti urðunarstaður Íslands. Þetta það sem haugurinn í Álfsnesi að losa. 78.000 tonn af koltvísýring. Og þetta eru syndirnar okkar. Þetta neyslan, brauðlið. Peysan sem þú keyptir og hendir og notaðar aldrei. Maturinn sem þú hendir. Allt ótið sem þú nenntir ekki að flokka. Það þarna. Og hvað þarna? Hvað erum við að urða? Lífúrgangur, ríflega 1/4. Þetta dýrmætt efni sem hægt að búa til metan og moltu og lífdísil og pappír, lífrænt efni sem við getum dýrmætt endurvinnsluefni. Málatimbur, lífrænt efni, plast. Það eru gigantísk loftslagsáhrif að endurvinna plast. Þetta dýrmætt endurvinnsluefni. Bleiur. Mestu leyti lífrænt efni. Textíl 6,5%. Ef við hættum að urða lífrænan úrgang, þá gerist þetta. Við ætlum að hætta núna Sorpa að urða lífrænan úrgang 2023 og hér sjáum við bara skýrt ávinninginn í því að nýta lífrænan úrgang, endurvinnan og hætta urða. Við sjáum hérna hversu bara mikilvæg fjárfesting þessi gas- og jarðgerðarstöð Gaia Við erum núna að ráðast á hauginn og við ætlum að fanga metan og erum að gera það, nýta það, framleiða vistvænt eldsneyti sem orðið uppselt hjá okkur svo staðan sem kemur í staðinn fyrir innflutt jarðefna eldsneyti. Þannig að loftslagsávinningurinn gríðarlegur. Og við erum vonandi að fara að nota moltu í staðinn fyrir innfluttan verksmiðju framleiddan áburð. En lykilforsenda þetta takist, þið sjáum bara hvað þetta gerist hratt leið og við förum að hætta að urða lífrænan úrgang. Lykilforsendan þessi að allir fara að flokka lífrænt og gera það vel. Stóra breytingin 1. janúar 2023. Eftir 52 daga, ég ætla bara að endurtaka, 52 daga þá er lögbundin skylda flokka sem betur fer. En þið bara áttu ykkur á þessu? Og þið tilbúin? Þessar breytingar það munu kosta mikið, nú ég að tala við fyrirtækin, fjármuni og fyrirhöfn og allir, þá meina ég öll fyrirtæki og einstaklingar þurfa að fara að flokka pappa, plast, lífrænt, gler, málm, spillefni, textíl. Byggingafyrirtæki þurfa að fara að flokka í 7 flokka og við erum að fara að innleiða borga þeirra hendir pay-as-you-throw-kerfi sem byggir á mengunarbótaregluna svo borga sem mengar. Þetta mun kosta fyrirtæki og atvinnulífi, en þetta kostar samt í raun og veru miklu minna en núverandi kerfi, þar sem við erum að henda frá okkur dýrmætum auðlindum, henda verðmætum, búa til mengun, vandræði. Hringrásarhagkerfið nefnilega ekki bara einhver úrgangsmál. Þetta miklu stærra mál, þetta endurhugsun á hagkerfinu, nýtt og endurbætt hagkerfi. Hringrásarhagkerfið ekki bara rótgerð aðgerð í loftslagsmálum heldur leiðir það til hagkvæmni. Og til að flokka þá þarf að læra að flokka og það eru mörg mismunandi kerfi, mismunandi skilaboð og það búið að vera mikið ákall samræmingu og við höfum brugðist við því kalli. Samræmd úrgangsflokkun áhrifaríkt skref til að ná fram markmiðum sem koma fram í sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins ásamt því að uppfylla skuldbindingar Íslands í loftslags- og umhverfismálum. Þannig að nú verður þetta bara eins á höfuðborgarsvæðinu. Merkin, skilaboðin, þannig að þetta gríðarlega stórt og mikilvægt loftslagsverkefni, þessi samræmda úrgangsflokkun. Og það verið að kalla eftir róttækum aðgerðum í loftslagsmálum. Gaia í Álfsnesi öflugasta aðgerð í loftslagsmálum í Reykjavík síðan hitaveitna var reistar. Það svona mitt mat. En við verðum núna í kjölfar þessar lagabreytinga og miklu breytingar sem framöndan að fara að byggja upp innviði. Við þurfum að byggja upp íslenskan endurvinnslu iðnað. Við þurfum að byggja
ýmiss konar innviði til að takast á við þetta verkefni og þar vantar kannski ýmsa hagræna hvatar sem hið opinbera og bankakernin geta búið til. Sorpa ætlar að vera kolefnishlutlaus 2030 og stærsti þátturinn kannski Gaia og þetta við þurfum ekki lengur að urða lífrænan úrgang, við eigum þá innviði og endurvinnsla á lífúrgangi orðin viðurkennd ábyrg leið til kolefnisjöfnunar, metanvinnsla á jarðgerð og eftir 2030 þá getur Sorpa mögulega framleitt ábyrgar og vottaðar kolefniseiningar og skila þeim til eigenda sinna. Og þetta ætlum við að gera. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Freyr. Þá eigum við 2 erindi eftir. Við ætlum að byrja á þetta við höfum sett okkur markmið kolefnishlutleysi en hvað erum við að gera? Og Sigríður Ósk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri umhverfismála hjá Hornsteini, ætlar að ríða á vaðið og segja ykkur frá kolefnishlutleysi í steinsteypu. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Já, ég lofa að vera snögg sem erfitt fyrir mig. Mér svo gaman að sitja mig í svona kennslustellingar. En takk fyrir að bjóða mér hingað í dag. Við einmitt skrifum undir viljayfirlýsingu í morgun með festu og bara mig langar aðeins að kynna vegferðina okkar. Fyrir þau sem þekkja okkur ekki eða undir nafninu Hoddsteinn þá í raun og veru Hoddsteinn móðurfélag BM Vallar, Sementsverksmiðjunnar og Björgunar. Þannig við í raun og veru myndum Hoddsteinn í íslenskum byggingariðnaði. Og það rosa mikilvægt fyrir okkur að setja okkur metnaðarfull markmið. Þannig ég ætla aðeins að leyfa mér að kenna. Þannig að steinsteypa, ofboðslega einfalt efni. Alveg, við erum svolítið heppin, við erum kannski ekki að díla við neitt sem ofboðslega flókið, en þetta vatn, möl, sandur og sement. Vatn, möl, sandur, þetta efni sem við eigum. Ísland á þessi efni. En við þurfum að flytja inn sementið. Gyða, ég reyndi að telja hversu oft hún sagði steypa áðan, en steypa jú, ábyrg fyrir alveg ofboðslega mikilli losun á heimsvísu. Það bara sannleikurinn. Og við erum að tala 5–8% á heimsvísu, og þetta alveg ofboðslega erfið tala. Og ég búin að vera að vinna í loftslagsmálum og byggingariðnaði síðan ég kláraði skóla 2008 og þetta alveg krefjandi, en spennandi, mörg tækifæri. En þannig þessi efni úr okkar nærumhverfi, þetta 90% rúmmáli steypunnar, sementið 10% en 90% af kolefnissporinu. Þannig þetta það sem við þurfum að leysa að sjálfu sér. Og hvernig eigum við annarkvort að búa til önnur efni, draga úr sementsnotkun, allt í bland, þetta svona það sem við erum að fást við dagsdaglega. Það búið að kortleggja þessa vegferð að einhverju leyti. Þannig eins og ég segi, Hoddsteinn á rekur BM Vallá. BM Vallá með yfirlýst markmið kolefnishlutlausa steypu framleiðslu eða kolefnishlutlausa steypu 2030 og það ýmislegt sem kemur þarna inn. Og við erum í eigu Heidelberg Materials, þannig það líka búið að kortleggja þessa vegferð að okkar móðurfélagi. Þannig að ég ætla kannski að sjá þetta hvort ekki, en við erum að tala orkuskipti og bætt orkunýting, nýjar sementstegundir. Við flytjum inn sement frá Norsem, gæti ég alveg bara klukkutíma að tala allt þetta, en þeir að vinna í svona föngunarverkefnum sem þá að reyna að fanga kolefni frá þessari ofboðslega leiðinlega iðnaði og koma honum fyrir annars staðar. Ég alveg sammála því sem allir segja, þetta getur ekki verið eina lausnin. IPCC segir að föngun má ekki vera lausnin og það ég svo hjartanlega sammála því. Og þannig að við erum með þessa 20% þarna, þetta það sem svona á minni ábyrgð eða svona okkar ábyrgð hérna heima, hvernig leysum við þetta hérna heima. Og það ýmislegt og ég elska byggingarreglugerðina, það voru að koma nýjar breytingar í byggingarreglugerðina núna bara í sumar, þar sem búið að taka út orðið lágmark sementsmagn. Sumum finnst þetta bara ekkert merkilegt, mér finnst þetta ofboðslega merkilegt. Því að þarna búið að hleypa af stað einhverjum öðrum efnum en sement. Þannig ef ég get búið til eitthvað annað efni, fundið eitthvað annað efni sem hefur sömu bindihæfileika
og sement, þá get ég nota það í staðinn. Byggingarreglugerð er hætt að segja þetta verður að vera sement. Það er líka búið að draga úr sementsnotkun, þetta voru 300-350 kíló, komin í 200-225. Þetta eru massívar breytingar. Fyrir hann íhaldsama geira er þetta ofboðslega mikilvægt. Og það sem við erum búin að gera hjá BM Vallá, ég segi við, ég mætti í ágúst, búin að vera þarna í nokkra mánuði, en allan það sem rannsóknarstofan er búin að vera að vinna alveg ofboðslega hörðum höndum er að við getum boðið upp á steypu uppskriftir með sama styrkleika og það sem er hefðbundið en með 40% minna kolefnisspori. Þannig að við erum að nota önnur efni en sementið, önnur bindefni en erum samt með hágæða sterka steypu. Og hérna ættum við að taka heilan fyrirlestur, klukkutíma og tala hvernig hönnuður þurfa að koma að þessu öllu því þetta er bara eitthvað sem við getum boðið upp á en þið þurfa að biðja þetta, annarkvort verkkaupi, verktaki eða hönnuður. Þannig að þetta er alveg rosalega flókið mál en ég fæ 5 mínútur þannig að við skulum reyna að gera þetta eins einfalt og hægt er. Svo er náttúrulega bara annað, ég ætla ekki að fara að taka einhvern steypu timburlobbysma hér en það eru svona, við erum aðeins líka að skoða hvernig við erum að kortleggja losun frá CLT-einingum. Ég ætla að hendi þessu hingað og ég ætla ekki að eyða rosalega miklum tíma hér en við þurfum líka aðeins að skoða hvernig við erum að lífsfyrirskreina byggingarefnin okkar. Það er ofboðslega mikilvægt að við erum að gera það eins. Við bjóðum upp á umhverfisyfirlýsingu, eini steypuframleiðandi á Íslandi sem gerir það því að það er búið að vistfyrirskreina okkar steypur, innisteypu og útisteypu. Þannig að þú ert að fara í umhverfisvottun, þá getur þú kalla fram þessi gögn. Steypa er leyni uppskrift, við erum búin að opinbera okkar uppskrift. Við vitum núna hvar við stöndum og getum þá kortlagt hvernig við eigum að gera betur. Þetta er ofboðslega mikilvægt. Vegferðin að núllinu, hún er líka mikið annað en þetta. Ég er ógeðslega heppin, ég fæ að vinna í alveg ofboðslega spennandi verkefnum og ég er svolítið skrítin, er rosalega mikið í þessari sjálfbærni vegferð en ég elska steinsteypu. Við búum á Íslandi, steinsteypa verður hluti af okkur. Það er bara svolítið þannig að okkar byggða samfélagi næstu ár, við verðum að finna lausnir hér. Þannig að ég er búin að vera að skoða þróun hringrásarhússins sem er í raun bara það að hanna forsteyptareiningar sem við getum tekið í sundur, sett saman aftur. Þetta er ofboðslega flókið. Burðarþolsverkfræðingar, þeir þola mig ekki. Ég er burðarþolsverkfræðingur, þeir þola mig ekki. Þetta er ógeðslega flókið. Við erum á Íslandi, jarðskjálftar, vindálag, svona slagregn. Þetta er bara rosalega erfitt. En ótrúlega spennandi og margir möguleikar og mikil tækifæri hér. Við erum að skoða möguleikan á því mala íslenskt efni sem hefur þessa bindihæfileika, alveg eins og sementið, sem getur komið í staðinn fyrir sementið. Íslenskt móberg. Og ég sé alveg mikil tækifæri hér. Það er líka sömu hluti sem við þurfum að leysa varðandi móbergi. Þannig við getum notað það til svona 20% á móti sementinu og fengið fram sömu styrkleikar eiginlega. Við erum að taka inn inndælingu á kolefni í blauta steypu. Hérna getum við dregið úr sementsmagni því að þetta blauta kolefni sem við setjum í blautu steypun okkar, þetta styrkir steypun okkar. Þannig þarna er eitthvað annað sem við erum svona aðeins að skoða. Við erum líka að skoða að vinna með sorpu, þróun á jarðefnakörðum. Getum við tekið þessi jarðefni sem við erum að, urða og komið aftur inn í hringrásina. Hér sjáðu mynd af Álfsnesvík. Hér verðum við væntanlega staðsett eftir svona 8 ár, eitthvað svoleiðis. Þegar Sundabrautin kemur, ég sé að umhverfisráðherra er farin, en ég get ekki komið plaggið það, en við þurfum að fá Sundabrautina, við ætlum að láta þetta allt vera veruleika. Hálf mínúta, svo er ég búin. Hérna sjáu þið björgun, hérna erum við að vinna steinefni og það sem ég sé fyrir mér að við verðum með einhvers konar hringrásastarfsemi við hliðina á þessum hráu steinefnum, komum alls konar drasli inn í steypun okkar. Steypa er mögnuð, við getum geymt ótrúlega mikið í henni. Það eru rosalega miklu möguleikar, forsteyptareiningar, alls konar. Þetta verður allt staðsett upp í Álfsnesvík, ekki Höfða. Herru. Ég vissi ekki að steypa væri svona geggjuð. Hún er geggjuð.
Jæja, þá það síðasta erindi dagsins, annað erindi og það hlutverk stafrænnar þjónustu í átt að kolefnishlutleysi. Það Guðmundur Sigurðsson, hönnunarstjóri Júní. Gjörðu svo vel. Hann sem mikill kúreki, hann ætlar að fá að tengja marktölvu. Við vonum að það gangi. Það verðst hvað hönnun og vefsir og leiðilega með steipunarana. Augnablik. Það eitt vandamál. Já, ég skil. Það ekki það var BSM, sko. Getur ekki gert? Mirror, stoppmir. Já. Það getur að gera það nú. Virkar það? Og svo þarftu að draga þá þennan inn. Sko. Það virkar alltaf. Já, það virkaði. Komið í sæl, ég heiti Guðmundur Bjarni Sigurðsson og hönnunarstjóri Júní, stafrænustofuna Júní sem kom fram á það. Mér langar að segja aðeins hvernig stofa eins og við sem frekar lítil í stóra samhenginu og sérstaklega í dag, hvað við erum að gera í sjálfbærnismálum. Við framleiðum fagra stafrænar lausnir fyrir fólk, fyrirtæki og samfélagið og okkar helsti styrkleiki að heildstæð útfærsla á stafrænum lausnum, okkar helsti styrkleiki heildstæð útfærsla á stafrænum lausnum með faglegri ráðgjöf, frábæri hönnun og að sjálfsögðu framúrskarandi forritun. Og til að nefna nokkuð verkefni þá höfum við unnið að Carbfix, við gerum Hörpu.is, Ísland.is, Orkuskipti.is, Hagkaup og unnum mikið með Íslandsstofu. En til að skilja samhengi samfélagslegar ábyrgðar hjá okkur þá þurfum við svolítið að skilja inn í Universe eins og kjósum að kalla hópinn okkar. Og í dag erum við 27 starfsmenn. Okkur hefur verið að fjölga mjög hratt og smá plögg eða vart ráðgjafi hönnur eða forritari þá erum við að ráða. En í dag erum við 15 karlar, 11 konur og 1 kvár. Þetta gríðarlega fjölbreyttur hópur í samhengi stafræns iðnaðar af því að það á að til að vera mjög karllægur business. Þannig að við erum mjög stolt af þessum tölum og þetta hefur alls ekki komið að sjálfum sér. Við höfum aktíft verið að miða að þessu og þetta hefur tekist bara þokkalega vel. Þessi fjölbreytni hefur leitt af sér að stemningin og kúltúrin í fyrirtækinu er gríðarlega skemmtileg, þó ég segi sjálfur frá. Og stemningin hjá okkur smitar sig svolítið yfir á viðskiptavininn okkar og þar af leiðandi í verkefni sem við sitjum út í heiminn, í samfélagið. Og við höfum verið að innleiða markmið með að uppfylla ESG-staðla og sem liður í því, eitt lítið dæmi, þá færðum við nýlega skrifstofuna í Bólholt 8, meira miðsvæðis í borginni og erum með samgöngustyrk og þetta hefur leitt til þess að 70% af öllu starfsfólkinu okkar notar vistvænar samgöngur, sem ótrúlega cool. En eins og við komum á það, þá vinnum við að gera stafrænar lausnir. En stafræn þjónusta hefur í auknum mæli verið að færast frá fólki og verða stafræn. En það eru margir kostir við þetta og við segjum að stafrænar lausnir séu sjálfbærari kostur. Eins og við getum nefnt sem dæmi að stafræn þjónusta stóreykur aðgengi fólks að upplýsingum og þjónustu, alveg sama hvernig þú ert uppbyggður. Það er mikil hagræðing í þessu, að nota fjármuni mun betur. Og við getum nefnt sem dæmi að rafrænar þinglýsingar sem við erum að vinna með Stafræn Íslandi. Bara það að þú þarft ekki að fara að keyra á 5 mismunandi staði. Við verðum að spara gríðarlega mikið, við verðum að minnka traffík mikið útblástur frá bílum og við verðum að spara fólki mikið tíma. Samkvæmt okkar útreikningum er þetta að spara samfélaginu á bilinu 1 til 1,5 milljarða á ári, bara þetta eina atriði. Við minnkum sóun alltaf með minni pappír og fleira og allar stafrænar lausnir, þær eru í eðli sínu endurnýjanlegar eða endurnotanlegar. Þú býrð hann til einu sinni og getur notað hana trilljón sinnum með langar. Og ef maður hugsa þetta svolítið bara basically, þú ert að panta hlut á netinu og fá það að senda heim frá góðum aðilum, þá er einn bíl með 10 pakka að koma til þín, eða keyra 10 pakka, en ekki 10 bílar að segja 1 pakka hver. Þannig að það er aftur þarna verið að spara umferð, útblástur og spara tíma. En stafrænar lausnir nota mjög mikið af orku sjálfar. Þeir geta ókeypis að keyra internetið og ég sá ekki þar að internetið sjálft nota 7% öllu rafmagni í heiminum, sem er ógeðslega mikið. En það er hægt að spara þarna. Bara eins og
ég hönnuður, bara það við að hanna síðuna þannig að það auðvelt að finna allt sem þú ert að leita að og allir strúktúr síðunar einfaldur og góður og þú finnur tiltölulega hratt það sem þú ert að leita að, þá þarftu ekki að vera vesennst í því og tínast inn á síðunni, klikka út allt, spinna upp serverinn og eyða orku í ekki neitt í raun og veru. Nei, þetta vel hannað og vel strúktúrerað, þá erum við að tryggja það að svo orka sem fólk að nota, hún að skila í ykkur virði. Og fyrir nokkrum árum byrjum við að útfæra alla, þetta svolítið tæknilegt núna þetta reynir þetta, en allar okkar veflausnir, þær eru svo kallar hauslausar. Þetta var alltaf þannig að þegar þú fórst inn á vefsíðu, þá alltaf þú fórst inn á síðuna og smeltir á okkar, þá er þetta server að senda upplýsingar til því og í hvert einasta skipti sem þú smeltir. En núna erum við búin að, með þessum hauslausu tækni, þá er síðan alltaf tilbúin þú kemur inn á hana. Og það alveg smá svona black magic í þessum hauslausu pakkum sem ég ætla ekki að fara út í núna. En við erum búin að optimæsa pakkan alveg gríðarlega mikið og við erum bara að sækja upplýsingar þegar þú vilt fá þær, aldrei neina óþarfa upplýsingar. Og málið, útkoman á þessu er bara ógeðslega góð notendaupplifun og miklu hraðvirkari vefsíður. Og við vorum ekkert endilega að reyna að vera umhverfisvæn, en afraksturinn var svolítið að þegar við fórum í optimæsa og gera hraðvirkar og betri lausnir, það varð umhverfisvænt. Svo ég get líka sagt að því ég keypti mér rafmagnsbíl fyrir 2 árum síðan, cirka, hann er svona að öllu leyti betri en dísilbílinn sem ég átti, tæknilega og allt. Og það er svolítið samnefnir þetta milli að með betri tækni, já, eins og vefsíðan sem mynda á hann, betri tækni er bara umhverfisvænni. Og það er bara einhvern veginn hangir alveg saman. Mér langar að sýna ykkur þennan hérna vef á lokum sem heitir Website Carbon. Þannig getur þú mælt kolefnislosun síðuna þinnar eða þeir eru reykja ykkur síður eða bara skoða ykkur aðra, ég ætla að sýna ykkur ef að internetið virkar hjá mér. Nei. Þá getur þú séð og mælt, þið verður bara að skoða þetta. Þið getur mælt hérna, ef þið opnið síman, þá er QR-kóðið sem getur opnað. Þá getur þið mælt hversu mikil koltvísýring síðan er að losa. Og með þessu vil ég bara þakka fyrir mig. Takk. Vel gert. Ég þurfti ekki svona að standa upp. En þá er dagskrá lokið. Mér fannst þetta frábært og mér langar til þess að við klöppum fyrir þessum stenda að skipulagningu þessa viðburðar. Það eru Gunn, Harpa, Karen og Ísabella. Og ég hvet ykkur eindregið til þess að halda niður í Iðnó í græna drykki núna eftir hálftíma, en annars hef ég ekki lengra. Takk þeir sem voru með okkur í sal og þeir sem voru í streymi.